Sæti og beint á móti mér sitja þeir Steindi og Egill í sínu sætum, fullu bátur eins og nánast alltaf. Við klikkum ekki í dag. Nei, það er búið að vera eiginlega fullu bátur fyrir utan að mánuðin fyrir á tenni og það var eiginlega búið fullu bátur í 3 ár. Eftir 9-5 blöð. Það var þetta veirunni. Göngu sína á þessum dag. Við þökkum veirunni fyrir það. Það er eitthvað jákvæmt sem hún gerði þessi veira. Já, maður verður líka að líta á jákvæðu hlutina þegar kemur að veirum og það var fullu bátur. Já, í 2 ár. Það gæti ekki farið neitt eða gert neitt. Nei. Ég ætla að byrja á því að þakka þeim sem að komu í höllina síðasta föstudag kella fyrir komuna. Þetta var bara eitt af betri kvöldum ævi minnars. Ég hef aldrei skemmt mig það vel. Það var sturla pæli þess að það vika síðan. Takk fyrir að taka þátt í þessu. Já, bara ótrúlegt. Tíminn flýgur maður. Já, mér líður eins og þetta hafi verið bara í fyrradag sko. Já. Ég var líka hálf lamaður allar vikun eftir. Já, þetta er líka, og líka aðdragandinn allur fram að þessu. Þetta er að smá vinnar að með fulla höll. Já. Það er eins og rólegri vika núna við ekki hana. Það var orðið svolítið stress þarna svona síðustu 2-3 vikurnar fyrir ammali. Það var orðið ekki náttúrulega. En líka, veist, menn vildu hafa allt upp á 10 og þetta gekk bara helvíti vel. Já, það var frábært og það og allir sem komu hérna á svið, allir listamenni sem tók þátt í þessu líka. Þeir eru að hlusta, takk hérlega. Bara sturla og það seldist upp og blöð þú tókst Jackson. Ég hætti Jackson, já. Sýsti minn, veist, ég fekk pinn í maður þegar sýsti minn spurði mig eftir tónleikana, þá var ég svona, veist, í þvílíkum gýr, hún bara svona, hefur ekkert einhver áhugjur af þessu eitthvað, hvað? Dansa Jackson? Já, heldur að það er ekki leiðindi, ég bara, hvaða leiðindi? Og þá byrjaði ég alltaf að hugsa, hvaða leiðindi? Má maður ekki dansa? Það er þessi heimildamind hana. Hafið tík. Ég er ennþá laskaður allstaðastóks. Já, út af mínútu gítarsóló. Og það var, sko, ég veit hvað... Ég er löngu búin að jafna mig líka. Ég veit hvað fór með mig, það var gítarsólóið. Ég tók náttúrulega rútínuna á lúftu. Ég hitti þið baksvís eftir það, þú glemdi mig þess að kynna mig inn, þú var svo andstuttur. Já, ég bara gæti alltaf, ég var bara búinn, algjörlega. Þetta er 1 mínúta. Já, en þetta er 1 mínúta. Hljópstu 21 km hana. Hljóp það náttúrulega ekki. Jú, ég lappaði ekki skref. Á fínum tíma. Á fínum, ég var á geggjum tíma. Já, það komur óvart, þetta er það. Við séum núna einhvern veginn tekur mínútu sóló og ólindur í viku. Þetta er alltaf öðru sig. Þetta er sprengikraftur og ég nota þarna vöðva sem ég vissi ekki að væri með. Gítarsólóð var rosalegt sko. Já, ég get hlaupið. Bröðan Jackson var aðeins með uppböðsatriðum. Thank you. Og síðan var þessi True, þegar Johanna tók þessi True, það fekk ekki að svo. Ragga Gísla, Birgitta líka. Já, Birgitta var Kveikt í krátinu sko. En líka ég get tala upp alla artistana. Það voru allir mætti allir með A-game. En svo kom Danílu hérna með vinsælasta lag landsins sem leinigestur. Ragga Gísla var leinigestur með Sisi Virgar úti. Það var sturla. Og síðan Hjöppi og BB King mættu líka sem leinigestur í FNÍ blöðalagið. Má ég segja hvaða atrið átt að vera en klikka á síðu stundu eða viljum við eiga það bara í hólu það surprise? Já, ég veit það ekki. Ég veit ekki hvað. Við munum alltaf hendið einhvern tímann. Ég var bara í hólu. Tökum það næst. Ok. Nú komið reynsla hjá okkur að halda 5.000 manna partí. En við gerum það líklega aftur, eða ekki? Já, þá má ekki vera að segja frá einhverju leiniatriði. Nei, við eigum eitt í hólu. Já, eigum eitt í hólu. Herru, strákar, sko, veit ég hvað, ég bara er samt að því að munurinn á þessum föstudegi og síðasta föstudegi er rosalur. Á 10 ára afmæli og alveg. Ég er samt í geggjum gýr. Er þetta bara skemmtilegast í mánuðurinn á árinu? Já, hann er það, ángríns. Ég hef alltaf sagt það. Mæ er geggjaður mánuður. Já, sumarið er valla að byrja, það er ekki að vera búið. Leið og júni er komið, þá er ég bara að hugsa sumarið verður búið. En býtu bara, það er búið að vera undanfæri núna 14 gráður, 13-15 gráður úti og sól. Ég get ekki kvarta núna, það er hlýtt. Ég er að segja að þetta er besti mánuður sumarsins. Fólk bara verður að fara að átta sig á því. Núna erum við að klæmaksa í sumri, sko. Við erum að njóta. Þannig að við erum að njóta núna, það er bara þannig og Við gefum leifa að gera eitthvað ekkvöld. Já, það er eitthvað að hlusta núna bara að gera eitthvað. Við allavega eftir 9-5 blöð gefum leifi. Ég er að fara í föstudagspítsu eins og alltaf. Systir mín á afmæli í dag, Maja systir. Já, veistla. Hún hlusta nú alltaf, en ég veit hún er ekki að hlusta núna því hún er í London. Hún er alltaf viku þá bara eftir þér. Egill, þú ert 13 og 20. Sko, Greislíkarnir allir hann í maí líka og ef hún er í London þá getur hún komið heim með apabólu. Nei, hún er ekkert að koma heim með apabólu. En sko, við erum að tala hans okkar. Ég nenni ekki að ræða þessa apabólu. Jú, við verðum að ræða hana. Blöð, við verðum að ræða hana. Loksins þegar COVID er búið, þú varst að tala um án ég voru svo miklu gýr fyrir þessa apabólu. Þetta var næst búið eðilega fyrir daginn. Ég ætla ekki að láta þetta eðilega daginn. Ég er bara að vera að kynna okkur apabóluna þess. Þetta er að real disease. Við erum að fara í glænýjan pandemic. Og málið er, gæinn sem ákvaða að stunda mök með þessum apa Það er að finna hann gæja. Er það ástæðan fyrir þetta heitir apabóla? Já, þú veist, það er eitthvað gæji sem sá apa, hugsaður, þetta er huggulegur api. Fór á bak. Nei, það er ekki þannig, ég trúi Hann hlýtur að bitið hann eða eitthvað. Nei.
Einhver gæi Þá get ég alltaf að lofa því Einhver gæi sá apa og hugsaði ok, þetta einhver mest sexy abi sem ég séð og ákvaða stunda samlíf Ef þetta byrjaði þannig þá myndi hann aldrei viðurkenna Þú ferð ekki bara til læknisins og bara herru hérna, það er eitthvað skrítið í gangi hérna Já, hvað er það að gera svona síðasta sólarhringinn? Herru, ég reið apa í gær, annars er þetta bara búið að vera venjulega miðvikudagur, sko Þannig að þetta hlýtur að hann hlýtur að sagt bara, herru, ég var bitinn Það er ekkert þetta sannanna, held ég Nei, en málið er að þú veist, en samt sko, ok, segjum að einhver hafi, hérna, ég gert þetta við apa Það gerti eitthvað niður apa Nei, sko, en málið Það er þetta sannlega það Já, sko Þú þarf ekki að gera það niður hvað var hann í lefi eitthvað böksum eða? Hvað, api með síkó? Nei, ég er að segja, þú veist, sko, drengir hlustið aðeins á mig, ef þetta væri þannig þá héti þetta ekki apabóla Þetta væri ekki, þú veist, þetta heitir apabóla því að þetta er örgulega á ykkurinn þetta vegna komið frá öpum en við erum komið frá öpum Það segir að þetta heitir apabóla Nákvæmlega búið á því, það var gæi sem girti niður apa Nei Apabóla Þetta er málega, þetta hljómar þetta var svona flókið nafn Nei, einhver gæi svaf hjá apa Hvað ertu með það staðfest? Það er bara ekki staðfest sko. Ég er að segja það Máli, nú er ég oft farið í apagarðin Þessu veit, ég elska Monkey Park á Tenerife Það var engin íslendingur fara oftar í apagarðin á Tenerife Ég meina engin Það er engin sem fara Þú ert ekki að sofa hjá þeim? Ég hef aldrei séð apa og hugsa bara ok, þetta er eitthvað huggulegt abi síðan séð Nei, þetta er bara skemmtilegur Ég er ekki að reyna að line upp í champagne með þessum apa Nei, allir feskir Það er enginn í því Það var einhver sem sá apa og hugsaði bara damn the devil to the tits Sjáu þið apan Ég trúi sér ekki neitt Sjáu þið apan Ég kaupi þetta ekki Er það að segja mig það að gæinn sem átt leðurblökunna sem kom með COVID-i heldur að hafa einhver annan á og ekki verið bara ok, hold my beer og farið bara og farið í apa Það er ekki séns Nei, þetta hefur verið api sem hefur þá bitið Já, það beitið, hafi ekki sér breyndið Það kannski bitið hann í kynlífinu en þú veist, það var api ég er að segja þér að einhver gæi er að skamma sín heima núna það er apabólu farald allan heim við þurfum að ræsa út Þórólf aftur Já, við getum þetta að fá hann í blökastið En spurja bara hvernig, þá getum við fengið staðfest hvort það sé satt Hvernig svona verður til Er hægt að sanna það yfir út af einhverju af því hann bauð hann í glas og nú þarf að ræsa út Laugardalsvöllin aftur Ég ætla að sprauta í kvelli Ég nenni ekki að fá þessar bólur hana, sem fylgja þessu apabólur Það sem hræðir mig svolítið sem að loksins að fara í fríkri Já, hann er ekki að fara í fríkri En nú er hann ræstur út sko Þetta verður þannig Nú er Þórólfur on his ranch Nú er hann bara í köflóttu skyrtu og hann er retired hann er að höggva eldi við með dóttir sinni eitthvað að þvælast síðan sér hann þyrlu lenda í garðinum Þórólfur, we need you Þú voru að drölla þér maga Nei, en þú veist Það er apabóla Þú voru að koma inn í kvelli Þú veist þetta er það sem er að fara að gera Svona ætti þetta að vera í skaupinu allavega og hann er retired Við þurfum að fá hann aftur Ég er ekki að vera Þórólfur, ég ætla að hlusta En ég nenni ekki loksins þegar við erum laus við þetta COVID-ruslmann þá nenni ég ekki einhverju nýju svona kjaftaði En ég er samt að segja blöð sko með við sko hvað þetta er að breiðast hratt út núna og hú sem er núna bara með neyðarfund í dag eða eitthvað og Þórólfur að segja að það var ekki til að eitt lifið þessu og við eigum ekki þetta er að endurtaka sig bara ágríns, bara apabóla Það var bara að dæla þessu lifi bara Nú það bara ná í Þórólf Ég veit hann er að hafa það kósi í Skorradal núna að höggva eldi við Hversu Drullaður fríi þú erum að mæti þarna Drullaður fríinu í þetta, veist, þetta er mesta svona Ég ætla að sunda morgun sci-fi rugg sem ég lendi í þegar ég fór í þessar sprautur þarna stóð bara svona hjúgrunarkonur að labba bara sprauta maður bara svona leiðan sem að vera í bíómynd frá framtíðinni Hérna ég verið laus við það Nei Þannig að maður að fara aftur í það Ég saknaði ekki smá, ég saknaði smá engin íslíkur horfði á fleiri fundi en ég, COVID-fundi, ég held þetta ekki á alla Ég misti ekki að fundi Þannig að sko, ég fæ þá aftur það finnst mér skemmtilegt sko apabólufundur sko, og bara sama ég vil sama krát, ekki einhver nýjan eitthvað Sigurd sem er eitthvað apabólu sérfræðingur, bara fá gamla góða þríeikið Þetta er breytingum Þetta er svolítið þannig En við vonum nú að þetta Já, auðvitað vonum við að þetta sé bara búið á morgun Finna hana gæja sem svaf hjá The Monkey Það þarf að líta þetta að gera í því dag Og spyrja hvað er á hann Já, hann lítur að skamma sín fyrir það Er það ekki? Já, og málið er að líka er þetta Svo núna, þú veist, munurinn á þessu og COVID er að þegar þú veist með COVID þá vissir ekki þú veist með COVID þú veist einkennulegs í marga daga og það var svona apabólan þú veist bara með fullt af bólum í feysinu bara svona blöðrur sem fara svo bara neðar og líkamann og neðar Þú færðu þessu núna Ég er gaman að það tóktu í fæta Nei, ég er að segja, þú veist, það vill ekki fá þetta Ég vil ekki hlæga þá En ef þú kemur núna blöð þú veist, þú myndir segja, þú veist, já, ég er eitthvað hálf slapp ég myndi horfa bara, ég bara, heyrðu þú ert með apabóluna þú ert allir út í bólum heim með þig Það er þá strax skarra að maður vita að því En maður ég að segja Ef þú er hæðfarið En maður er hinskil We're going to entertain the shit out of me
Ef að Steindi fær apabóluna Það væri, já, ég ætla ekki vel ég elska þetta lífið Nei, ég elska þig En það væri the greatest comedy of all time Ég geti dáið Ef þú fengir apabóluna, sko Þú veist, þetta er hættulegu sjúkdómur, sko Hvað meinar þú? Ertu eitthvað rugglaður? Ég vona á minni fyrsta aðeins, sko Ef þetta, veist, sko, okkar hlustendur eru snillingar í að grafa upp gamalt sitt. Hvað ætlar að gera ef þetta er orðin eitthvað? Hann er fárveikur á spítala og það er fólk að spila þetta. Það enda væri Ef hann hristir af sér Ef hann kveður þetta bóli, það er áluru skellur. Ég er stemningsmaður, ég bara skal fyrirgefa þetta núna. Það býtur ekkert á hann, gæðin aldrei veikur. Ég er aldrei veikur. Nei, þú veist, það býtur samt ekki á sig sem er alltaf veikur. Þú ert ekki að fara að grípa mig upp í rúmi bara einhvers liggjandi með 40 hitt og apabólu, sko. Ég verð bara hérna, sko. Ég verð bara hér í stend vaktina. Það er neitt á hreinu, ef þú færir þessa apabólu þá kemur ekki nálægt mér. En veistu hvað, það sem er samt við þetta núna, ég ætla núna þetta má fólk grafa upp og spila. Af hverju erum við ekki núna, bara akkurat núna er ekki eitthvað teymi sem er að panta bóluefni? Það er gott farið af stað. Nei, það er ekkert farið af stað. Sko ef þetta er svona eins alvarlegt og þið viljið meina þetta, þið komið lappandi inn bara með sad faces á hann þegar ég satt þetta í gýr, þá er pottitt allir komin á tætnar, sko. Nei, ég held að við séum alveg bara fyrstir á tætnar og ég vil... Já, þú eigin. Já, og ég ætla núna... Ég ætla bara að segja... Þú ert ekki svona grínast. Nei, ég er ekki að grínast neitt. Ég er ekki að grínast neitt. Eina sem... Já, þú eigin einu sem er tónnu núna á apabólunni. Á Íslandi, og ég ætla að segja við stjórnvöld, pantið bóluefni í dag. Ekki segja okkur að þið séu að vinni því þegar apabólunni mættir. Sendið þið meilið núna, góðan daginn. Ég vil til að panta hérna apabólubólefni núna hjá okkur. Mér skorst ekki 365 skamdatak. Já, og ég meina, svo vonandi kemur hún ekki og vonandi getur við bara hendið sér ruslið og þá er þetta samt bara money well spent, sko. Herru, manstu þegar ég sagði við hérna, ég myndi ekki sitja aftur við hliðina og huga á körfuboltaleik. Já, hún lofaði. Já, hann var ekki við hliðina mér á síðasta körfuboltaleik. Tindastóll Valur, úrslitaleikur. Sem er landakvöðs? Nei, hann var alltaf neðar. Ég hins vegar satt við hliðina á manni sem ég mun aldrei aftur sitja við hliðina á nokkrum íþróttaviðburði sem skipti mig málið það sem eftir er aðeins. Hann heitir Steinþór Róa Steinþórsson. Veitu, hvað gerði ég? Talaði allan leikinn. Allan leikinn. Var það bladur alveg tíma? Já, veist, ég bara degi og stressi. Má ekki tala á körfuboltaleikinn? Já, það verður að læra að þegja stendur, sko. Ég hef aldrei verið af stressið. Leðu blóð og horfa á leikinni í rólegheitum. Hvað var að segja? Af hverju er vörðin svona léleg? Vörðin er alveg út á þekju hjá hann. Ég bara segja, já, ég veit það. Þú veist, hvað vilt að ég geri? Mér langaði bara að segja, hvað á ég að gera? Þjálfarinn sér það, leikmennirnir vita. Svo var hann ekkert að segja, vá, hvað vörðin er slöpp núna. Þegar tapuðu svo út af vörðinni. Svo kemur bara, skotklukkan rann út. Vörðin var það góða, Valur náði ekki skoti. Ég bara Steindi, skotklukkan rann út. Þetta var það fín vörð. Já, núna, ekki á það. Góður, ég get ekki setið legan. Og varst með faglega gagnrýni hana frá Steindóri? Þetta var ekkit raungagnrýni. Svo kom aftur bara okkur, herru, þeir verða að hætta þessu þriggja. Þetta var leikur. Ég hefði helst bara átt að horfa á hann einn eitthvað. Hvert skóplaður og húkibel? Bara neðst niður í stúkuna? Stólarnir byrjuðu vel. Það var svo sorglegt en ekkert eðlilega stoltur eins og var að ég meina Króksarnir rífa sig í gang, sko. Já, það er beint í boccia, Karogi, rífa sig í gang. Það var ennþá fallegra þegar að þessu kemur. Og það er næst að það er uppsker áti á Söðurkróki í kvöld og Tindastóll. Hvet alla sem eru á Króknum til að mæta á hana. Ég næði ekki, ég er að fara að skemmta maður. Stólarnir eru Þyrla séður, ég er til. Hvað er þyrlu, hvað ættu lengi að fara yfir þyrlu hérna? Það getur ekki bara 35 mínútur eða? Hann veit sér ekki. Þú veist, Jón er kann að kæs, sko. Það getur pantaði þyrlu, sko. Það var í rosalega að blöður sem til lend á hringdorginu. Ertu að spá í það? Þyrlunni? Nei, það var í rosalega. En sem er synd, ég hvet alla á Króknum til þess að mæta á uppskýrátti Tindastóls sem er í kvöld. Hvað er þetta haldið á Króknum? Íþróttahúsinu. Þetta er okkar menn. Já, þetta er okkar menn. En við erum með rosalega þátt fyrir ykkur í dag. Kæru hlustendur, það er Splunkunýr dagskrárliður sem ber þar hæst. Hann heitir Biðjum hluti sem er ekki til. Steindi fórum í klefa fyrir í dag og þetta er nýr klefi þar sem við syngjum eitthvert og erum að biðjum hluti hjá fyrirtæki sem það selur ekki og bara hver nær fleiri spurningum og mjög skemmtilegt. Það er hljóma sér góð klefi. Þekki ekki er á sínum stað hver á röddina í umferðinni í fyrsta sinn í 3-4 vikur. Hann er búin að vera pásu okkar nýjasti lið. Þú þurftir að kæra Junior en ég var á rönni þar. Já, en þú varst að fara að step up your game í þekki ekki því að eiginlega með 3 eða 4 sigri í röð. Maður getur ekki unni alltaf. Steindi samt helviti segur á það. Já, samt ekki í síðustu vikur. Ég er á rönni í röddinni, sko. Svo stendur hér Common Knowledge, er það komið? Common Knowledge er líka og svo náttúrulega er ég með annan nýjan lið, sko. Já. Lið sem heitir
Upp á líf og dauða. Það er rosalega. 2 nýjir liðir í Það er ekki að nafna á, hvað er konceptið í þeim lið? Hann átti að heita Nerves of Steel, en ég breytta því upp á líf og dauða. Upp á líf og dauða. Nerves of Steel er líka rosalega Já, þú mátt ráða hvort hann heitir. En við erum á Íslandi sko. Nerves of Steel. Hvað er konceptið þarna? Herru, konceptið er bara, þú veist að þið eru bara mjög heiðarlegir, algjörlega. Og þetta er bara raunni hvor ykkar lifir af og hvor ykkar deyr í alls konar aðstæðum. Ég held að blöðsum nokkur nú að equal í að survive sko. Þið eru það, jú, þessin er þetta skemmtilegt. Þú eru líklega, þetta er ójafnar að þetta veri blöð og þú eða ég og þú. Það held ég ekki. Það stjórnar þessu bara í dag. Það múti ég bara pakka ykkur saman. Drengir, en það er eitt líka í Common Knowledge. Það er with a twist í dag. Ég með þess að þið eru saman í liði. Þið eru ekki að keppa. Þið eru bara að reyna sameiginlega að finna svarið. Ok, það er gaman. Já. Tveir harðir, good teammate. Þið geti fengið 3 stig. Þið geti fengið 3 stig. Svo minni ég á Hreimur. Hann er með brekkusöng og svaðalegt partí í Keiluhöllinni í kvöld. Ekki lissa því. Já, hann er geggjaður, King Hreimur. Þannig að tjekkja á því. En eins og ég kom inn á áðan og þá er uppsker átt í Tindastóls í kvöld. Aldrei verið ég stoltur að vera stuðningsmaður Tindastóls. Ég ætla að opna þáttinn á lagi sem heitir bara Tindastól. Þetta fyrir Rikkur Króksarars. Takk fyrir sturla seríu. Má ég heyra? Þetta er fyrir Tindastól og að sjálfsögðu óska ég valsmönnum innilega til hamingju með Íslandsmeistaratitilinn í körfubolta. Congrats. Já, þó að þetta ekki fyrir úrslitin sem að óskaði sér að þá eru þeir vel að þessu komnir. Sigurvegarar í okkar augum. Það voru stólarnir. Já, ekki spurningu hvað þá stuðningsmenn Tindastóls. Nei, svo má ekki taka frá valsmönnum, þau voru bara geggjaði líka. Já, þú veist, þeir bara unnið þetta. Herðu, það komið að slúðri hér í F95 blöð og já, ég bara með ágætt að spaka, ég fekk ég guldspjald eða rautt spjald í höllinni, þannig að glimti ég að undirbúa. Þú verður að taka og fara kort og bara fara kort. Já, en ég fekk ekki leikbann. Nei, alls ekki. Ég mættur hérna, herðu, náttúrulega stærsta slúðri er að Rihanna, hún er mamma. Hún er búin að Greislíkur er mættur. Uppáhaldssönguna mín. Ég var einmitt að hugsa þetta á hann þegar ég var að fara í slúðrið. Er hún ekki bara, hún er best. Er hún ekki mest í töffarinn af bara öllum? Jú, það er bara staðfest. Fyrir utan Johanna hjá mér, þá er Rihanna í öðru seti. Já, þú veist, við erum að tala um svona, ekki á Íslandi. Við erum að tala um erlendis og hérna, já, hún er það. Hún er bara a boy or a girl eða hvað er staðan hana? Þetta er baby boy. Baby boy. Sorglega við þetta allt saman er að hún er náttúrulega ekkert að gefa út tónlist. Nei, hún er ekki að gefa út lag í tæp 5 ár. Hún nennir ekki, hún Nóa M. Já, hún er orðin að billionaire. Þú veist, við erum að tala um bara, þú veist, so many hits. Ég held samt að hún nenni alveg. Nefnir þetta sé orðið passion project, skilur að gefa út lög og skýta saman peningin. Já, menna, það er nóg til að pening. Og ekki vantar hann athygli því að hún er ennþá einn stærsta stjarnan heims þó hún sé ekki búin að gefa út lag í 4 ár. En já, við hér hjá F95 blöð var ykkur frá Rihanna, hvað segir maður? Ég held að segja hlustan, hún er F95 blöð aðdáðandi sko. Já, óskum þeim báðum til hamingju. Já, A$AP Rocky, hann er líka illa svalum. Já, ég er með champagne. Ég myndi segja þetta að veri ágætis power couple. Það er rosalegt að vera með kampaðin inn í stúdíónu, það er að því að partíð hérna frammi. Já, King Sindri er réttið mér. Það er eitthvað rosalegt að Sindri réttið í kampaðin, þá drekkum við það sko. Já, þá er það næsta slúður sem er ekki að spennandi. Sko, ég er að spá ég hætta fjallum þau. Nei, þau er bara að fara í töðunar mér. Ekki hætta þið. Það er Megan Fox og þessi Machine Gun Kelly hérna. Já, þau reyndar eru vel þreytt. Það eru vel þreytt sko. Þetta er spjald. Ég basically er bara að segja að hætta að tala. Okay. Má ég hætta að tala? Nei, ég leið mér að konta með mólan. Allt sem að kemur frá þeim er nákvæmlega svo að vitlýsingar eins og við séum að ræða þetta. Já, hvað móla ættu með? Þetta þarf að tala um kjólinn eða? Já, hún var í einhverjum bláum kjól og klippti gat í klóði til þess að stunda kynlíf og sendi stílistannu sínum og hún var ekki ánægð með það. Ég hataði að skrifa stílistin og Megan fór ekki bara úr kjólum? Af því að þetta var vist svo þröngur kjóll að það var erfitt að hún er bara hversu graður ertu? Svo lang gríns. Er þetta bara því ég er 42 ára og my sex drive is going down eða hvað? Hún klippti aldrei hennar kjól, þetta er bara til að fá headlines. Hefur aldrei klippt penisskatt á eitthvað hjá þér, blöð? Nei, ég hef aldrei. Nei, hefur ekkert verið í því? Nei, ég hef aldrei eitthvað, þetta er bara svona, herðu, ef þetta skildi gera svona rætt á myndi. Nei, þetta er bara klipp gata á einhverja Nike-joggingar buksur. Man hefði haldið að geta farið úr kjólum. Já, líka bara finnast í heimi ef ég myndi byrja Rakel að klippa á einhverja buksur sínar ef þetta. Hún klippti. Þetta er náttúrulega bara gert fyrir athygli. Hún klippti aldrei neitt gat, þetta var bara basically. En er hún að fara að leiki nýju Transformers myndinni eða ætla hún að bara vera að klippa göt og buksur og er eitthvað verkefni þetta inn hann?
Hvað ætlar að gera marga Transformers-myndir? Ég hætti að horfa á þetta þegar gulibíllinn bara að grenja. Það er ekkert eðlilega góð myndir. Eru til slakar myndir. Ekki segja gulibíllinn, það heitir Bumblebee. Þegar gulibíllinn sem var heit sko. Þegar gulibíllinn grét og kom rúðupiss. Hvað er að því að gráta núna? Það er allt inn að banna það. Þetta er bara þessi bíllaða tilfinningar sko. Nei, það er bara málega. Ég reyna að fara á allt í bíó. Ég lappaði út af þessu kjaftaði. Mér finnst gaman að lagt þig. Nei, mér finnst gaman að fyrir bíó. Mér finnst gott að leggja mig í bíó. Mér finnst gaman að fyrir bíó. Ég reyna að fara á allt. Þótt að sé ykkur að flugeðlur eða bíómyndir sem enda á tölustaf. Flugeðlur? Já, það er fokkana með flugeðlur. Það er mynd sem endur á tölustaf. Þá bara, já, ég til í hana. Ég er bara fer hana. Númer 5, ég mættur. Ég til í þetta. En þessi mynd, þetta er eina fokki myndi sem ég lappa út af. Hún var búin að vera í 2 tíma. Já, hann telja niður. Það eru 3,5. Ég mann þegar ég fór á þessa mynd, þá kom hlé. Ég bara hlé núna. Já, það má þig. Það kom tæpi 2 tímar. Ég skildi bara ekki, ég held að myndi væri. Ég held að væri, stundur lendi maður bara í svona bíó. Það er ekki hlé, ég stið hlé sko. Ég veit alveg að hörðustu vil ekki hlé. Ég vil hlé. Ég elskar bara að sækja mig smá Pepsi Max og nammi sko. Og þetta náður í candy. Ég vil tegja mér og ég vil hlé. En mér er bara, ég er mikill Optimus Prime maður og hérna. Það er þessi stórið þarna. Ég elska Transformers. Já, fyrstu 2 myndir það voru ágættir. Ég var bara svona Pælis að hvað hlið mikil tímaskækja. Jæja, Auðun, nú ertu búin að horfa hérna á myndina í 40 mínútur og ætlum að pása hana fyrir þig. Ekki 40. Ef þú ætla fokkin mígast þetta, hvað er að gera þá? Hlið er gott. Ef þú takur beifall, það er ekki fokkin hlið. Ég var að segja, ég stið hlið. Já, okkur það að gera grína þig. Það er auðvitað er það ekki. Það er mér spes. Ég hata að fara í bíó og ekki hlið. Ég er gómurinn, skil. Gómurinn vil hlið. Já, ég vil hlið. Lista eildan hata hlið. Ég vil hlið. Er í alvörinu verið að gera nýja Transformers-myndið? Já, ég vona það, en það er spurning, verður hún sænuð inn? Ég ætla bara að búið til klókat og allar buksum sem hún á það. Og það er þessi velta fyrir mér. Það er svo lokaslúrið talandum bíómyndir. Þá er ein mynd sem ég get ekki beðið eftir að sjá. Sérstaklega eftir þessa fréttir. Nýjasta Top Gun myndin fekk 5 mínútna standing ovation í Cannes. Já, ég meina, það góð. Ég veit þetta er besta mynd sem á æfinni sé. Og menn er að tala þetta sé yfirbara besta stórmynd sem hefur komið í mörg ár. Ég hef séð trailerinn. Rosalega. Ég hef ekki ótt peppað svona upp þegar ég séð trailer og bíómynd. Það er aldrei æfinni. Tom Cruise, þá hann sé einhverju skrítni trú, hann á ekki hann feiljur. Nei, hann er bara eitt svo albesti. Hann dröllar ekki. Hann er mest solid leikarinn þannig séð þegar kemur að. Já, og máli er að þú veist eins og líka bara má ekki taka á honum, bara metnaðurinn. Þú veist, hann lét alla leikara læra að fljúga. Pæliði, hann flög sjálfur sko. Rosalegt, sko. Og gerir svona, hefur alltaf gert stöndin sjálfur líka á svona. En hann leggur alvöru metnaði sem hann gera og ég ber virðingu við því. Er ennþá geggjum mynd í dag, þú veist. Tom Cruise er ekki að hangi ykkur hjólísi með Seago, þá ætlaði banka á hann. Hann gerir stöndið sín sjálfur. Hann er alveg, hann fer djúpt í þetta og við gefum því alltaf virðingu sko. Já, og ekki bara fekk myndin 5 mínútna standing og þarna í Cannes heldur mættu Vilhjálmur Bretaprins og Katrín Hertogin á frumsýninguna í London í gær. Og Tom Cruise, sjáu, hann var bara að lappa og rölda með þeim. Velkomin hérna á frumsýninguna með mér og bara hérna með prinsinn. Já, sko, það er ekki dýrara sko. Við reynda fengum Damian Lewis á. Já, við reynda sem er líka eiginlega svalar en Tom Cruise og hérna kannski ekki svalar en Tom Cruise en alltaf svalar en Vilhjálmur Bretaprins. Það er samt ótrúlegt að eitthvað svona Hollywood blockbuster mynd fái 5 mínútna klapp á Cannes. Já, það hefur ekki gestaður. Ég meina, þú veist, hvað var langt síðan maður taldi nú dagana fram að einhverju bíómynd, þú veist. Ég var heldur langt síðan. Býtu, hvernig er hún ekki frumsýnd með helgina? Hún er bara dætt inn það ekki. Varst að telja niður, voðalegt að telja niður og veist ekki hvernig hún er. Hlakk svo til að leggja mig yfir henni sko. Ég er að skýta í mig og spenning, en góða punktur. Ég held að það ekki með helgina. Þetta er mynd sem ég hlakka mikið til að sjá. Og þetta eru vist bestu viðbröð sem á sérst þarna síðan Pulp Fiction múna. Já, líka, veist, þetta er líka hann sé að þjálfu upp eitthvað Youngblood sem er að fljúga, þetta er svo gott. Ég elska. Gott koncept. Herðu, ok, ég fekk appisinu gullt kort í höllinni fyrir slúrið. Hversu gott var slúrið í dag? Það var líklega, þú varst að toppa þér í hlita held ég. Já, þetta var bara flott. Klókat og Tom Cruise. En mátt kvíla hérna Kelly og Megan Fox. Ég er samanlega. Við skuldum auglýsingar, svo er það þekkið ekki. Það er til þeirra svo FM 95 blöð hér á FM 957. Við Steindi erum ekki í beinni útlendingu núna, við erum komin í klefan. Hérna líður okkur vel blöð. Hér er kósi og gott. Og sko, þetta er stór stund ef að er eitthvað, þú reyndar sagt þetta við mig áður og svo hefur ekki orðið úr því. Nei, ég er alltaf. Þú segist með nýjan dagskráli. Já, ég er alltaf með nýja dagskráli. Það er bara rætt ekkert alltaf í loftið. Hvað erum við að tala um í dag? Ég er að tala um. Sko, ef þetta er í loftið núna, þá gekk þetta. Já, einmitt, ef þetta er núna, ef fólk er að hlusta á þetta, þá gekk þetta upp. Og sko, með þetta eitt í hug, ringi eitthvað fyrirtæki, eitthvað verslun,
Og við förum í keppni. Hver nær að biðja fleiri hluti sem eru ekki til sölu hana? Já, ég skilji. Veistu, þetta er keppni, þú veist, ég geti kannski áður að það gefast upp. Já, þú veist, á endanum gefst manneskjan upp, sko. Og þú veist, við erum að tala um það hringi við ísbúð og spyrja hvað sem er dekk. Já, og bara jafnvel hvort þið getið séð með felgu líka, sko. Og þú veist, þá ertu komið 2. Já, ok. Þú ert bara að safna. Annar er á stigagjöfinni, hann er bara að drita þetta. Já, það er ekki flókið. Nei, ég hugsa, þú veist, mér finnst að við ættum að ná allavega 10 hlutum. Nei, þú ert góður hún 3-4 mildi. Er það? Sko, þú byrjar, ég ætla að sjá hvort að þetta sé eitthvað og svo fyrir ég það. Kannski verður þú bara einn í þessu dagi að prófa. Ég meira þess að með twist. Þú mátt velja fyrirtæki fyrir mig og ég fyrir þig. Herðu það, ok. Þannig að þú mátt velja núna eitthvað fyrirtæki. Veist, hafði það samt svolítið þægilegt í dag. Við erum að byrja. Þú veist, ég var með bensinstöð í huga. Því að bensinstöðar selja svona ímislegt en kannski ekki alveg þetta sem ég er með það. Bara fara í N1? Já, eða Shell eða Ólísa. Ég góði þið, ég hendi þið bara hérna í N1. En heldur við fáum bara sambandi skrifstofu? Það veit ekki, nei, hérna er bara N1 og Dalvegi. Já, veistu hvað er að versta sem við lendum í kljónum? Hvað? Þegar við erum með númer hérna sem er mjög furðulegt. Við getum ekki breytt í. Þannig að ef þú ert á skrifstofu, þá basically bara manneskjan bara slæðir númerinu strax inn og sér bara eitthvað. Nei, það er ekki að fólk er að vinna. Tilbúin? Já. Er þetta búð? Held ég. Velkomin í þjónustuver N1. Nei, þetta er þjónustuver. Já, ég var ekki bara að sjá. N1 þjónustuver, góðan dag. Já, góðan daginn. Geti ég fengið samband við N1 á Dalvegi? Þetta er á Dalveginum. Hvernig ertu að reyna að ná í? Er þetta á Dalveginum? Já. Já, ok. Ég bý hérna í grendinni. Já. Og ég ætla að ekki eru þið komin aftur með stafina sem eru með gullitaskölinu. Stafina? Já, bara svona stafir til að styðja við gang. Já, við erum með svoleiðis. Það væri það neyri klettagörðum í verslununni. Ég veit, eru stafir til búnir? Er það ekki til, kannski? Með svona gullitu svona sem heldur utanum er sköll, gullitað. Já, það væri þá nýr klettagörðum. Það er bara skrifstofurinn í Dalveginum. Ég þarf bara að gefa það samband til þeirra. Já, nei, það er algjör óþarfi. Ég ætlaði líka að tóka hvort þið væri komin aftur með hérna skákborðið, svona teborð sem er með köllum. Já, nei, við erum ekki með svoleiðis í miður. En þið voruð með svoleiðis, eða ekki? Nei, ég held ekki. Nei. En töfrakassarnir fyrir krakkana, eru þið með það, með töfradótinu? Nei, ekki heldur. En býtu, eru þið ekki með neitt af þessum hlutum? Nei, við erum að selja vantar bensín eða dísel eða... Já, mér vantar ekki bensín, sko. Nei. En eru þið með sígandi spæter? Svona hrekkjulóma rekka? Nei, ekki svoleiðis. Nei. Er það ekki fókus eða eitthvað svoleiðis? Já, þeir eiga ekki þar, sko. Nei. En hamstrafóður? Nei, það væri dýrabúð bara, held ég. Já, ok. En hvað eigið þið þarna? Gerfiskalla? Nei, ekki heldur. Þetta er sem að setja hringja réttan stað. Er þetta ekki N1 á Dalvegi? Jú. Ég hef nú verið að vesla við ykkur lengi. Ég bý nú á Dalveginum. Býr á Dalveginum? Já. Það er bara að það ég fór svona með bakvið. Já, ok. Við erum bara með skrifstofur á Dalveginum. Já, ok. Býtu, er þetta ekki... Já, er þetta Dalvegurinn, ekki? Jú. Já. N1 á Dalvegi. Ólega villis er þetta. En eru þið ekki búin að vera að panta eitthvað í búðunar? Jú. Við erum alltaf með margar stöðvar verslanir út alland. Já, er það ekki? Jú. Eigið nefklemmur? Nefklemmur? Já, sem maður setur utan nefið bara til að svona forðast. Það er spurning, það er eitthvað sem að verslunin myndi svara bara. Já, er ekki þetta að hafa samband við versluna? Það er bara ekkert mál. Ég var samband til þeirra. Nú, er það hægt? Já. Já, endilega. Hvað vitlis er þetta? Já, ekki er það. Já, takk. Sko, 7 hluti. Hvað, 7? Já. Ég er ennþá á saman fyrirtækinu. Já, þú mátt ekki segja sömu hluti náttu þá. Nei, ég er ekki með þetta á blaði núna. Ég vissi ekki ég myndi ná 7, sko. Ég bý bara eitthvað til. En er klettagörum? Já, góðan daginn. Eru þið með eyrnapinna sem eru kúftir? Eyrnapinna? Já. Ég hef ekki með leitt eyrnapinna hjá mér, vinnur. Ha? Eyrnapinna? Er það ekki með eyrnapinna? En klettagörum er ekki með eyrnapinna. Er það ekki klettakararnir? Jú. Já. En eru þið með hálsbrósika sem lita? Hálsbrósika sem lita, nei. Já, lita tungur. Þannig að þú færðir á veistu og ert með hann uppið þér. Þetta er ekki apotek. Apotek? En eru þið með eitthvað kleinurringi sem er ekki með gati? Nei, ekki að þá.
Nei. Ok, vola fyrst mér þetta spes. En ekki er þið með orkudrykkin Sargus. Er hann komin í búðir hjá ykkur? Ekki Svona græn drykkur. Sargus, heitir hann. Er sterkur. Chili orkudrykkur. Ekki, svona chili orkudrykkur. Með svona bensínbræði. Nei, ok. En er þið með hérna ratavara? Nei. Enga ratavara. En eigið spilastokk sem er með 4 jókurum? Nei. En eigið rúðuþurrkur? Já. Sem eru líka útvarp? Nei. Þið þá vantar ekki gleru heldur sem er líka ristavill? Nei. En þið ekki linsur sem breyta augurum í snanga augu? Nei, það gerum við ekki. Nei, heyrðu, það er greinlega ekki til hana? Nei, frekar lítið. Já, ég heyri það. Helvítið skellur þetta. Heyrðu? Þannig að þið eigi ekki kleinurringi með einhver gati og snáka augu og lera? Nei. Heyrðu, takk fyrir þetta. Það var lítið. Já, hann ætlaði alltaf að skella á. Nei, ég veit ekki eins og hvað það voru margir hlutir sko. Ég var hættur að skrifa. Ég hef ekki að tala við að manni svona kortir viðbót sko. En færðu hlutina í fyrra símtalinu og setna símtalinu? Já, það er átt ekki eitt símtal. Ég meina, þetta eru 2 manneskjur. Já, þetta er samt N1. En sko málið það skiptir ekki máli. Þetta voru það margir hlutir. Já. Þetta verður challenge fyrir þig. Ég get eða ekki, veist. Ég veit ekki, mér langar ekki að vera í þessu. Jú, ég kom með búð. Ísbúð? Já. Vá, það er svona 10.000 fyrir mærðu þeirra. En eitt með hellingar hlutum. Ísbúð selur bara ís. Já. Ok, ég er ekki að fara að velja aftur það sem þú vilt næst, það er nokkuð ljóst. En sko hvað ísbúð? Já, bara huppa. En þú veist, þú bara getur skilur, þú bara dæl út orðum áður en þú skellur að þig. Halló? Er það huppa? Já. Já, góðan daginn, nú er ég á smá ferðalagi og við hafa bent á að heyri í ykkur. Ó. Já, eru þið með peskalla? Hæ? Eru þið með peskalla? Peskalla, nei. Nei, ástu mín, þau eru ekki með, það er ekki peskall. Hæ? Í hvað? En reglíf, eru þið með reglífar? Ætlar að ringi í ísbúðina huppu? Já. Já, þetta er kúabúði huppa. Já, ok, ég skilji þið, en eru þið með eitthvað, þið eru ekki með reglífar? Nei. Þið hljóta að vera með reglífar. En ekkert eitthvað sem þið getið selt okkur bara á leiðinni norður? Það held ég ekki. Nei, en flatbotna inniskó? Hæ? Er þið með flatbotna inniskó sem þið getið selt eða lána? Nei. Nei, ekki er þið með hleðslutæki fyrir Samsung 10, S10? Nei. Það er bara, þeir eru ekki með, já, þeir eru bara ekki með neitt, það er bara þannig. Er þið með ristavél sem rista fyrir 4? Hæ? Er þið með ristavél sem rista fyrir 4? Þú ert að ringi kúabúði huppu? Já, en er þið með ristavél sem rista fyrir 4? Nei, ég á ekki það. Það er ekki alltaf til. Ekki er þið með sundból sem er opinu báðu megin, þannig að þegar þú ferði þá skiptir það ekki máli, af því að hann legur niður. Er þið með eitthvað vörur sem ég get keypt handa krökkunum á leiðinu norður? Er þetta bara... Já, mjólk. Já, þið seljið bara mjólk? Já. Seljið þið mjólk með 7up bræði? Nei. Bara óskerustenda mjólk. Já. Er þið með eitthvað fyrir krakka? Ekki, nei. Er þið með svona beljubúning sem krakkin getur sett klætt sig í? Nei, ég er bara með beljur. Bara með beljur, já. Já, það var ekki til sæðan upp. Hörðu, ok, þá nær þetta nú ekkert mikið lengur. Ekki er það að selja vegasalt? Hæ? Nei, það er ekkert verið að selja neitt annað. Já, við ætlum að heyri í ísbúðinni, sko. Já. Þau eru með svo mikið af svona dóti fyrir krakkana. Já. En þið eru ekki með neitt svoleiðis. Ringja bara í ísbúðina huppu. Mann kemur ekki með neitt. Já, nákvæmlega. Ég þarf að segja, nei, þeir eru ekki með neitt. Ekki seljiði nagla? Halló? Já. Seljiði nagla? Nei, já, ekki neina nagla. Nei. Hörðu, þá næri þetta. Hörðu, eru þið með brauðformi svona trúða, fyrir trúða ísana? Þeir eru svo skemmtilegir, þegar maður setur smartissi fyrir augu og svo setur sleikjóðum fyrir nef. Krakkarnir hafa svo gaman að þið, eru þið með það? Tyggjókúlu formi. Og svo setur þið tyggjókúlunum svona onni og svo skemmtilegu leikur þegar krakkin fæ tyggjókúlun allt í hennu. Eru þið með það? Ég bara veit það ekki, hvort að ísbúðin huppa er með það. Já, þið eru ekki með neitt svoleiðis? Ekki mjólk, þetta er kúabúið huppa eða... Já, ég skil þig. Það er miskilningunni í þessu öllu saman. Já, þannig að það er ekki trúða þessar. Nei. Nei, herðu, takk fyrir þetta, afsakaðu, nei. Ég er ekki neitt.
Nei, það er ekki til. Ok. Herri, þú taldir ekki eins og niður á mér. Ég held ég að jafna þér með 1-2. Herðu, ég fór, mér fannst þetta svo skemmtilegt að ég fór að blanda mér inn í þetta. Já, ég heyrði það varst að leika konun mín á kantinum. Sko, ég held ég ætti ekki breytið þig. Já, herðu. Þú taldir aldrei. Ég held að það var unnið, sko. Já, þú veist, ég Hann sagði alltaf nei. Það er alltaf að heldi, já, þú veist, þú náður heldi mörgum hlutum, sko. Já, ég var gaman þessu. Og máli er að, sko, Þetta kom mér á óvart. þessi náungi, þetta er kurteistasti maður sem ég aðeins minni hefti því að þú varst að byggja svo og hann var löngu búin að segja þér, þetta er kúabú, við erum ekki með neitt og þú varst að byggja svo leiðilega hlut einhverja sundbóli og eitthvað hann var Það er helsa þessu mestur Hann er fyrir norðan, hann á Blönduósi sko, það er gott fólk. Já, maður heyrði það, þetta var toppmaður sko. Ég veit ekki hvernig þetta get mér fór en þetta geti verið dagskarlöðu sem kom til að vera það byrja hluti sem er ekki til. Við glemdum að tellja bara. En er ekki bara jafntefli núna? Jafntefli í dag, stórmeistar jafntefli. Herðu, þetta er Jonas Blue Don't Wake Me Up. Hann er frábær. Ágætislag, já, það er eitthvað saman í þessu en þér að hlusta FM 95 blöð hér á FM 957 styttist í nýjan dagskarlið frá Steinda og fleira. En ég held drengir að við þurfum bara eins að lækka í Jónasi Bláa Jonas Blue og fara hérna í okkar besta fólk. Það er Jón Jónsson og GTRN. Já. Við veitum hvað þetta þýðir. Ef allt er hrein og það merkir að við erum að fara í dagskaraliðin þekki eða ekki. Hvor eitthvað vil fara að prenta honum fyrst? Eða prenta honum, það er náttúrulega partí frammi. Það er partí frammi. Fólk heyrið það ekki og þetta er ekki búin að gera þetta stúdíu soundproof. Já, gerði hann bara sjálfur, smiða hann þetta. En það er alveg partí frammi. Þetta fólk fatt ekki að það er gler hérna. Ég er að horfa fram. Fólk er bara hlaupandum og veist, kastandi hlutum. Ég sé svona partíð. Ég er að sjá bróðið mér labba þetta frammi. Hann er bara eitt mikilvægast starfsmaður í þessu fyrirtæki. Hann er svona 10.000 sem gáðar en stendi. Hann er klár. Hann er mjög klár. Er þú bara að ég asshole af ykkur bræðrunum? Ég er ekki asshole. En þú veist, þú mátt alveg kalla mig The Clown. En ég er ekki. Þetta er alveg sem ég sýst bara, maður er ekki svo gáðast í familíinu. Ég er bara að fara fram og fá mér beer með gáðabróður. Sko máli er að ég held að mamma hafi reykt með mig á meðgöngu. Já, sama með mig held ég. Líka með Mæju systir sem er eldklár. Kannski tók hann MDMA. Það er ekki það ólíklegt sko. Hvað var mamma henni ykkur svoleiðis? Nei, þú veit ekki. En hún getur nú alveg lauma sér í 2-3 Winston sko. Já, Capri. Það var ekki komið. Nei, veistu hvað, mamma mín Capri kemur ekki fyrir svona 90 eitthvað sko. Þetta er Salem Lights eða Kaminlaus filter. Ég sé strax eftir að hafa sagt þetta sko. Ég veit bara eftir þáttinn, þá fæ ég símtal frá mömmuðinni. Brjáluð. Þú ert að saka um að vera reykja. Hún er ekkert að hlusta, hún er að taka MDMA núna sko. Slakað á, drullað þú fram, ég skal byrja. Farðu fram. Og ég byrja fram. En enginn hafa þetta. Nei, þú getur ekki verið að segja það. Það er svo að vera að læra nýtt orð, MDMA. Ég var að horfa á réttöldinni á Amber Heard og Johnny Depp. Þetta kemur svolítið þar upp. Koma mömmu minn inn í það mál. Ef ég setja hendun upp. Ég verður þarna í partíu. Já, en þú eru að sjá. Verður í partíu, verður á með símaðan opinu eða eitthvað. Já, hvernig ætlar að sjá okkur vinga þér? Herðu, byrjum þetta. Þetta eru 4 spurningar eins og alltaf og þær eru bara nokkuð þægilegar í dag. Ok. Fyrsta spurning. Ef þú ættir að taka hæfileika frá Agli, hvaða hæfileika myndir þú taka á hann? Og setja þið þitt vopnabúr? Já, þeir eru stórtunum spurt sko. Já, kannski ekki þarna að segja langar í eða? Sko, jú, menn Egill er hæfileikar ykkur strákur. Já, það sem ég datt strax í hug var að sko, hann talar ekki um annað en hvað hann finnst gott að vera svona mikill amaður. Já, finnst þér það hæfileiki? Já, þú veist, það er hæfileiki að vakna 5 á mótana sko. Er það ekki? Ég meina, ég kalla það hæfileiki. Já, en á móti, það er eitthvað sem þið vantar stundum. En á móti fer hann að sofa klukkan 9. Já, 9:30, sem er bara djók sko. Já, sem er sko að því að það er bara svo 12 ára barn. Þú veist, þá eru bara krakkandi sopnaðir sko. Þú veist, þú þarft að eiga smá tíma. Hann fyrst undir að sofa undan yfir hann. Já, hann hefur sagt það, hann sopnar yfirleitt undan krökkunum. Þannig að hérna, Þannig að hæfileikin er hvað, fara að snemma að sofa? Nei, ég myndi ekkert snemma að sofa. Eða snemma, þú veist, ég finn nú ekki það að ég sopna minnætti eða eitthvað. En vakna snemma, vakna 5. Já, þú getur það náttúrulega ekki nema og farið snemma að sofa. Jú. Annars ertu handónið, hvað ætlar að fá að sofa klukkan 1 og vakna alltaf 5? Já, þá er ég er að taka þann hæfileika, fattar þú? Þannig að þá er ég að minnka minn svefn. Já, þá öfundur hann af því að fara að sofa 10 og vakna 5. Nei, ég öfundur hann alls ekki að vera að sofna svo snemma. Alls ekki, það er hræðilegt. Já, okkur viltu þá taka það? Þú getur ekki fara að sofa klukkan 1 og vakna 5. Ástæðan hann getur þetta því hann fyrir svo snemma að sofa. Já, en ég myndi vilja. Og í öðru lagi er þetta ekki hæfileiki. Ég er að gefa þér gullspjald hérna. Nei, ég myndi vilja verða amaður á mótnana
Þú veist, þá myndi ég Eitt lélegasta svar sem ég heyrt Ég vakna 7:30. Ég var til að vakna 5. Já, en þetta flokkast ekki sem hæfileiki. Og veistu hvað, daginn þá sofnaði ég 9 eins og hann. En ég misti af öðrum leiknum, næst síðasta leiknum, Tindastól Val, ég sagði frá þessu. Það var sunnudeginum eftir barnaafmælið. Ég sofnaði klukkan bara milli 9 og 10. En það er búið að fara allt mikil tími í þetta. Þú sagðir ekki neitt hæfileika. Þá vaknaði ég 5 og ég fór bara að horfa á, þú veist, Winning Time, bara tók 4 þætti bara fyrir vinnu. Já, en þetta er ekki hæfileiki í 10. sinn. Nei, en ég ætla að stick to it. Já, lélegt, hann getur ekki giska á þetta. Það er eitt ásett að tapa nokkuð sem ég röð. Verða amaður hæfileiki? Nei. Hvað er það þá? Það er ægi. Þá tek ég kraftan hans. Ok. En hann lítur að vera kröftugur. Ægir að þann dag. Það er samt ekki heldur hæfileiki, sko. Hvað meinar þú? Hvað er þá hæfileiki? Ok, þú segir liftingahæfileika annars. En mér langar ekkert að fara að lifta. Þið langar bara ekki neitt frá honum. Jú. Ég er ekki bara Amaður. Ég skrifaði það allavega. Þetta bara hjá mig núna. Í hvað íþrótt ertu lélegastur? Ég myndi segja að ég væri mjög lélegur í curling. Curling, hefur þú prófað? Nei, ég væri að vera búin að prófa. Já. Þá myndi ég segja að ég væri Ég spurði ykkur um daginn í hvað íþróttið væri bestir. Já, ég hef ekki oft farið í blag. Nei. En ég sökkaði blaki, sko. Blaki? Já, ég náttúrulega ekki hávaxinn. Skammalega lélegur það? Nei, ég var ágættur svona, þú veist, þegar ég er aftastur og gerir fyrsta höggið. Það kallast það uppgjöf að gefa upp. Já, ég er ekki góð við netið, sko. Nei, ok. Þannig að ég segi blag. Það er blag. Hvað finnst þér, já, þessi kom á Instagraminu. Hvað finnst þér bestu að vera, það stóð frægur, ég ætla að segja þekktur á Íslandi? Það besta við að vera þekktur? Já. Ég fara fram fyrir raðir. Fram fyrir raðir, gerur þú mikið af því? Nei, ég gerði það náttúrulega. Maður nýtir sér að þú náttúrulega getur eiginlega hvergi. Hvað fyrir fram fyrir röð í bíó? Nei, þú getur náttúrulega ekkert nýtt að það er mjög skrítið að nýta það á daginn. Já, en þú veist, ég nýta það samt ekkert í dag. Nei. En já, það var svona. Það er svona þau hagnastir mest. Já, sko leiðilega sem ég geri er að býða ykkur röð. Þú veist, eins og flugvelli eða býða í röð. Ég er mjög svona óþólu, reyndar er ég alveg þólumöður, en ég er svona, já, þú veist, að býða í röð. Mér finnst það mjög leiðilegt. Mér finnst líka mjög leiðilegt að þurrka mér eftir sturtu. Já, sem er stórfurðulegt. Það er mjög leiðilegt, en já, mér finnst það finnst öllu leiðilegt að býða í röð. Og við stundum félagarnir, ég og þú, við erum nú sekið saman. Ekki verið að draga mig. Við erum sekið saman. Þú hefur að fara fram fyrir raðir á skemmtistæði. Já, yfirleitt dróst þú mér, sko. Þetta er nú aðalega bara á þig. En já, þú veist, við ítur sér frá mig. Við höfum nýtt okkur það og það er bara eins og það er. Það er bara verið að tala við þig. Já, þú veist, ég meina. Það var að síðasta, hvað þykir, þetta er rosalegt svar, hvað er best við að vera þekktur í Íslandi? Ég fer fram fyrir raðir. Með þér. Nei, hvað þykir mest væntum á heimilinu fyrir utan fjölskylduna? PlayStation 5 töluna mínu, held ég, eða sjónvarpið. Þú veist, vænstum, það er ekkit. Já, það er náttúrulega, nú fór ég alltaf inn að hugsa líka myndir eða myndir. Já, eða þú veist, eitthvað föndur og svona. Ég ætla bara að segja PlayStation 5. Já, það er ekki bara. Hjá mér var held ég áreitað rúni í treyjan. Er þetta rúmið mitt líka? Herðu, ákveð, ég er ekki í þessu, farðu fram. Já. Skeytu Egil, hann er þetta frammi. Nei, ekki. Jó, ég þarf að gefa þér guldspjald fyrir þetta, bara svo vitra. Fyrir hvað kru? Því að þú nefnir, ég beðið um hæfileika og kannski nefnt einn hæfileika sem vildi frá honum. Hvað meinarðu? Ég nefndi þér náttúrulega marga. Nei, herrum, passaði, má ekki heyra þetta. Egil ætlar að koma einn inn. Svissar við Steindór Róar. Steindi getur farið í partí eða hangi við brendarann. Þetta er ekkert eðalega gott partí. Já, það er stemning þetta frammi. Það er alveg partí. Þröstur í sportu svona þarf að drulla allt í gang, sko. Þetta er alveg partí. Þú var að segja að hlusta. Ertu tilbúin? Já. Er aldrei einn partí í sportu svona? Nei, þú veist, það er aldrei beer pong þar eða minigolf eða sem er frammi og þú veist, það er píla þarna. Já. Þetta er partí. Ok, ertu ready? Já. Ef þú ættir að taka einn hæfileika frá Steinda, hvað myndur þú taka og setja í þitt opnabúr? Hæfileika frá Steinda. Ég er svona að hugsa, sko, alltaf comedy genius auðvitað, skiljur þau? En þú veist, helviti fyndin sjálfur. ég er bara, þú veist, við erum saman einhvern veginn í tí koncepti, sko, þannig að ég skrítið um einhvern veginn kipa því á hana, síðan ég hugsa, sko, hann þarf ekki að sofa. Ég skilja, hann einhvern veginn alltaf eins og nýr, ég sé hann aldrei geispandi, en hann samt séfur hann aldrei, hann verðist ekki þurfa að sofa, þú veist. Ég er með 16 klukkutími sólarhring og þú líka, eða sem ennlegt fólk, sofi í 8. Hann er með 24 klukkutíma í að, þú veist, í að vinna. En ég hugsaði samt, ég ætla ekki að velja það. Ég kann að meta svefninn minn. Hann er góður á hlið, ég taka það. Nei,
Hættu þessu Frekar hann það svefndæmið En hann er mjög góður. Nei, hann er ekki góður á hlið og þú veist ekki um það. Hvað ertu, bara á glugganum? Nei, þú er ekki hugmyndu það. Ok, það er, hann þarf að sofa lítið. En það er þá aðalega sko það er aðalega bara på að hann hefur meiri tíma. Já. Þú veist. Ok, ég vil sofa en hann þarf ekki að sofa. Nei, þá er það næsta. Í hvað íþrótt ertu lélegastur? Í hvað íþrótt? Þú varst bestur oftur í hverju? Glímu? Já, íslensk glíma. Það henda mig mjög vel sko. Já, en í hvað ertu lélegastur? Sko ég er average í svona boltaíþróttum. Handbolti, körfa, fótbolti. Ég er svona akkord bara average. Þú ert below average í körfu sko. Ég er ekki lélugur og ég er ekki góður. Ég er hann ekkert á milli. Ég get kasta hlutum. Ég er leiklega bara, ég hugsa þetta, sam og þú, sundið. Já, ég sé ekkert sem ég er lélir í það. Það er sundið. Það er svona ángríns, hvað er ég lélir í? Og veist, ég fýtti ping-pong, ángríns í pílu. Það er engin íþrótt sem ég verri en sund. Ég held að það sé bara hárið svar sko. Það var spurningin, í hverju ertu lélegastur? Takk. Hvað finnst þið best við að vera þekktur á Íslandi? Það sem koma inn stæðinu. Þetta er rosa. Já. Þetta er óþægileg spurning hjá hana. Best við það. Já. Það er ekki mikið benefits sem fylgir því að vera þekktur á 350.000 manna skeri. Það er ekki mikið benefits. En svona, ég þarf að nefna eitthvað. Ætla að sé ekki þegar ég þarf að panta borð á veitingastað og það er tróðið, en það er tróða gilsarana minn. Það er heldur gott. Þú færð borð og sé þó að sé full. Það er eina jákvæð, ég sé. Ok. Borð þegar full. Þessi tvö skipti sem ég fyrir út að borða í ári. Þannig að það er alltaf að segja. Herru, þú gerir ekki annan að posta einhverju myndum að þér í kjötu og rauðinni. Takk. Herru, þá var það síðasta. Hvað þykir mest væntum á heimilinu fyrir utan fjölskylduna? Já, það meina það okkur að dauða hluti heima. Já. Úff. Ég er að hugsa upp á þetta er líklega svona, þú veist, þetta er rúmið, sófinn, sjónvarpið, pallurinn. Má ég segja nágranna? Þeir eru ekki inn á heimilinu. Nei, það er ekki mætt á nágranna, en það er bara nágranna. Get ekki sett. Nei. Sófinn. Sófinn? Já, ég sendi e-mail í sófanum, ég horf á TV í sófanum. Sófinn. Og er þetta þægilegu sófi? Já, tungan er þægileg. Ég er bara með eina tungu, sant? Já. Og það er litla íbúðu, ég myndi ekki bakka upp 2 tungur, sko. Nei, hvað, við erum ekki allir bara með það sem er mjög awkward, sko. Ég veit að þú ert pottið með 2 tungur. Nei. Steindi með 2 tungur. Það er 1,5. Hvernig er 1,5 tunga? Hjá mér, Rakel er alltaf á first class eins og ég kalli þetta þarna heima. Í alvöru tungunni? Já, hún getur leið alveg. Lappirnar á mér fann hans út fyrir þannig ég þarf að vera með svo minni hinum mig. Akkur er ekki jafnlöng sér konar með. Það er heldur góð spurning. Herðu, Steindór kemur hérna inn og við ætlum að fara yfir svörin hjá drengjónum. Og já, ég ætla bara að vinda mér. Ég ætla að vinna það nú. Beintið, já, þú ert á og svara. Ég er á hýru. Fyrsta spurning, Egill, ég spurði Steinda. Hvaða hæfileika Egils viltu? Hverju heldur hann að svara? Ok, hvað myndi Steindi vilja? Hæfileika ég með, sko, því að nú veit ég hvað ég átt að segja man. Það er sent núna. Má ég senda á þig? Nei. Sko, ég er auðvitað bólir. Ég var að spöða að segja, þetta er ekki mitt svar samt, að þú veist að geta farið snemma svo og vakna snemma og svona rútín í svefni. En síðan var ég að hugsa, hann er margótt sagt að hann fílar að vera vakandi á nóttinu því það er hans tími, allir sofandi. Hann fílar að detta út í pottunum, ráfinn, sopna þar í stólnum og sopnar út um allt. Og þannig að þetta er ekki, ég held að sé ekki það, sko. Er það ekki bara að lifta þungu hlutum? Þú veist. Hvað er svarið þitt? Bara, þú veist, gimmið. Nei, það var það sem þú sagði fyrst. Nei! Það veit það amaður. Já, ég herðu. Þú elskar að vera vakandi allir svo. Þú talaði þetta nákvæmlega svo. En þú elskar að vera... Já, við vorum að rífast þetta á hann. Myndir ekki segja að amaður væri hæfileiki? Er ekki ægir bara? Það er einstaklisbundi. Sumir eru bara hinsegin. Þú ert bara, þú fílar á vakandi, allir eru svomandi. Og ég er vakandi, allir eru svomandi, það eru morgunni. Hvaða hæfileika vildi Egill frá þér, Steindi? Það er rosalegt að tellja þetta allt upp og svo hendaði frá þér. Kvöldin hans tími. Já, morgunin geti verið líka, þannig að ég geti verið með bæði, best of both. En þú var að sofa 20-30? Nei, sofa Það vilt bara sofa 1 og vakna 5. Já, það er Steindi. Ég las viðtalið Jay Leno, hann sé verið 4 tíma. Já, hann er með Sam og Trump. Herðu, hérna ég ætla að segja að Egill myndi vilja ég ætla að segja my gaming skills, en hann gerir ekki annan að segja slagast í gamer í Íslandi, sko. Já, það er málið, sko.
En miðað sko, slagast miðað við minutes played. Ég tala alveg margir verri en þú í töluleikjum, en bara... Ég ætla að segja Egill, af því að þetta hæfileiki held ég líka. Ég ætla að segja Egill myndi vilja geta að ráða við minni svefn. Það rétt svar. Já! Það ætti að vera 1-1 en Egill fór af sínu svarinu. Þetta superpower hjá hann. Djöfull er þetta gott. Ég er undir. Ég spurði Steinda Egill í hvað íþrótt ertu lélegastur, í hvað íþrótt Steindi lélegastur. Já, þetta er álöfur vesinn. Því að þú þekkir Steinþór, hann finnst að náttúrulega vera ekkert eðlilega góður í öllum íþróttum. Og það er erfitt fyrir hann að segja einhverja. Hann nefndi eina af það. Já, það var ekki vesinn. Nei, það var ekki vesinn að finna eina. Ég nefndi strax 2. Herru, þú sagði sjálfur ég er above average í öllum íþróttum. Já, en ég er samt, þú veist, já, í boltaíþróttum sko. En hann hefur margótt sagt. Hann er góður í fótbolta, sagði hann sko. Hann er eðlilega góður í fótbolta. Hann er örugglega fínn í að, körfu, handbolta. Ertu ekki bara svipaður en ég, hann er góður í fighting sports, ömulögur í öllum, eða samt, þú ert mjög slagur í kraftlýtingum og eðlilega. Ég segi bara að þú glum að samansvára ég er sund. En hann áttur að segja þitt. Ég ætla ekki að sko hvað þú var með. Þú ert að gefa hann í svarið. Nei, ég var að segja hvað hann er með. Já, en þú varst að segja hann hvað þú sagðir. Nei Ég er að gera hvað Steindi lélegur í. Já, það var blag. Það verður helviti lettur hann að svara núna. Þetta er lélegur í blaki. En ég er satt verri í sundi. Já, það er það ekki, þá áttu svarið. Ef þú ert verður í sundi en blaki, þá verður það að vera svarið. Ég bara myndi ekki, ég fatta ekki að vera þetta að keppi því sko. Ok, þá fáið báðið stygg. Ég var að svara fyrir Steinþóran. Ég kann ekki að synda. Já, en þú sagðir, sam og ég sagði sem er sund. Já, ég feitaði út. Ég syndir hundasund. Þetta er kampaðinni sko. Herru, ég ætla að segja samt sund. Þetta er champagne sko. Ég ætla að gefa ykkur báðum stygg því að þú sundlar. Þú sagði blak þar eða sund. Það er 2-1. En ég held að Steindið ekki fatta þetta og þú ekki sagt mér. Jú, ég heyrði þetta. En málega, ok, þetta gerist ekki neitt. Við fengum báðið stygg. Erum við ekki að jafnir það? Jú, það er 2-1. Hann var með fyrsta. Hvað er þessi kampaðinni? Sem sindrikaði. 2-1. Já, 2-1. Ég gætt fyrstu. Þetta er besta þess að kampaðin sem ég fengi að sindra. Þú ert bara dottinn út. Hvað sást ekki til nótt það? Ég misti út um mér að sundi var það með líka. Já, ég myndi ekki Þú þurftir ekki aðstofa að halda sko. Þú varst komin yfir. Ég syndi hundasund sko. En ég jafn þetta núna og loka svo fjórið. Þú getur jafnað, hvað finnst Steinda bestu að vera þekktur á Íslandi? Ok, nú ætla ég að vanda mig. Sko, nú er ég komin aftur á vesinu að þessi Steinda finnst að Steindi segir. Og það skilur þetta því að ég get að lofa það sem hann finnst er kannski ekki að sama hann segir. Hann kann ekki við það, hann þorið ekki. Já, mjög hreinskinn. Sko, ég held að Steindi fílar alveg að fólk er kallað eftir hans kongurinn. Þegar þú ætti í Smáralind og Kringlunni og gúlingar og kallaði Steindi var kongurinn! Og þú ert eitthvað, já ok, ég veist eitthvað, lappar í burtu og láttu mig vera. En þú elskar það, þú elskar þetta á lífinu. Síðan farið free shit sem þú elskar líka. Þú veist, fólk gefur hluti. Það er free meals, free clothing. Nei, ég er ekkert með eitthvað free shit. Og það er líka miklu auðvitað fyrir að fá gellur. Jésús, almátt. Og hvað fylgir þið líka að vera celebrity? Ég þarf svar. For free shit. Nei, framfyrir raðir. Hvað er það sem ég sagði? Er það ekki? Það ég meinti? Nei, þú sagði free shit. Það er bara ekki það saman. Framfyrir rað? Hvernig má þú að framfyrir rað? Ég fyrir röð, ég er alltaf aftast. Já, og yfirleitt borglein og bara fyrir my shit sko. Hver hleypið þið fremst í röð? Hann er að tala um að skemmtistöðum þegar hann var Já, það meina á jamminu. Já, þú veist, ég veit ekki. Það var í Bláa Lóni eða í Skylagún. Hún er alltaf aftast í röðinu, fyrir ekki fremst það. Já, alveg eins og þú ert á flugvelli. Já, betur, hvað raðir að tala um? Þau að jamma líka. Já, ég veit það. Ég veit að, hvað kjafta er þetta? Steindi, Hvað er call bullshit? Hvað sagði Hann er aldrei í bænum. Hvað kjátt? Hann er aldrei í röð. Brjálaður. Nei, ég sagði líka var, ok. Þessi 5 skip eitthvað, eina skipta á 10 ára fæst og ferði í bæinn, þá ekki byrja röð. Frábært, takk. Já, heyrðu, áfram með þetta. Hvað sagði Egill? Ég held að segja free shit. Nei, það er þegar hann pantar á fullum veitingastæðan fær samt að koma á þangað. Þetta hermir þetta sem ég sé. Það virkaði á það virkaði ekki alltaf, sko. Það var að stýra Það virkaði alltaf. Ég kom með ababóla. Heyrðu þetta? Það er eitthvað ból á enninu Er það? Ég er að fá hósta. Það er eitthvað svona rauður á Anskotin. Egill, Er ég rauður enninu? Hvað er það að bulla? hvað þykir Steinda vænstum á heimilinu sínu fyrir utan fjölskylduna? Það getur jafnað. Ok. Annars er þetta dautt. Akkur misti ég út um mér Já, þú klóður að sundi. Þetta væri, ég geti unnið þetta Ég hefði aldrei gíska á það sko. Með sundið? Aldrei, ég bara myndi Hann ekki er Þetta er oft gíska á hann er það Ég hefði gíska á, ég ætlaði að gíska á skák eða eitthvað svona Ég ekki er eðla góður bolta skák, það er mér sterkasta fag sko
Þannig að ég geti pakkað það saman í skáp. Ég þarf svar. Ég er með 1300 elástig á netinu sko. Ég myndi pakka þér saman í skáp. Ég rókar að Ég fara að velja einhverja enn íþrótuna sem þið þurfa að kekja hérna maður. Ég er svo þreyttur á þess að bíða 2. Ég tek heimaskinskák á hann. Sko, nú ætlum ég að hugsa upp á þetta. Ég er ekki með neitt svar. Steindi elskar heima á þessu tölvuna sína. Það elskar hann á lífinu. Og hann sé fullorðinn maður. Hann elskar sjónvarpið, salernið. Þannig tekur svitaskeinur reglulega og sest hann á salernið sem skeinir að sér stendur upp, fer út. Og ég held að sé hann típa sem fer stund á salernið, sest á klóstið, það er bara símanum frá kortið þó sé ekki svona að hæja sér. Bara svona einhvern veginn, hann að slaka hans á. Fá smá frið. Já. Síðan alltaf elskar hann skeiðvöllin sko. Ok, herru, þú þarft ekki alltaf að vera með svona upptal. Nei, ok, þetta er skeiðvöllurinn eða salernið eða tölvan. Skeiðvöllurinn. Tölvan. Nei! Þú getur ekki unnið þetta eins og hann myndi fara að segja skeiðvöllurinn. Hann elskar þetta. Það er rúmið hans þá. Þetta sagði ég að rúmið er mínu uppáls. Ég ætla að segja nei. Þú geymar ekki svo mikið, þú tekur svo Sves. Nei. Einu sinni viku tölvunni. Ég er rosa lítið núna að gema. Þú sagði ekki tölvun. Með LAN-herbyggja, síndi með LAN-herbyggja. Ég ætla að segja, drengir, að Egill hafi sagt sjónvarpið. Nei. Grillið. Sófinn. Það fór 2-1. Egill, hann var á þvílíkur rönni en kastaði þessu frá sér í dag. Ég gaf þetta frá mér. Já, skuldum auglýsingar fyrir löngu síðan. Þetta er The Weeknd hér með lagið Sacrifice í FN95 blöð. En Steindi Junior, þú átt orðið. Hvaða lið ætlar í núna? Sko, ég með nýja lið sem heitir Nerves of Steel. Nú, heitir ekki upp á líf og dauða? Já, hann heitir hann upp á líf og dauða í Svega, Nerves of Steel. En hann eftir. Ég ætla að byrja á að keyra ykkur í Common Knowledge. Það eru helviti skemmtilegar í dag. Já, en byrju hvað það er? Þetta er ekki keppni, við erum saman í liði. Þeir eru saman í liði, þannig að þið eru að keppa saman við að fá rétt svar. Við getum ekki 1, 2 eða 3 stig, strákar. Og þetta er bara, ég var til að fá metnað í það. Egil, við erum teammates. Eru við saman það? Já, þeir eru saman í liði. Ég datta hans út, ég vil ekki huga á að segja. Þið getur verið að velta steinum, strákar. Það er máli. Fyrsta, ertu með eitthvað lag undir, eitthvað stemningu? Nei, ég er bara með betan. Hvaða lag viltu undir? Ég er ekki með headphone, hvað er þetta með að gera eitthvað betað? Gott króksarrock bara svona stemningu, krít. Bara krít. Ég get alveg sett á krít. Já, bara svona krít. Já, hvaða lag ætlar að velja? Það er alltaf með ofurölinn og busín sko. Þetta er fyrirmyndar hérna. Ég ætla að hafa Higher. Ok. Fólk heyrir það bara ekki, þú er ekki búin að gera þetta stúdíu soundproof. Já, heyrir ekki partíinu. Ég held að gera að vera setnabreykið og þetta stúdíu. Drengir, eru þið klárir? Já. Common Knowledge with a twist, þeir eru með sammeilegt svar. Fyrsta spurning, drengir. Hvað þarf að vera með mikla prósent af áfengi í blóðinu svo að gerist refsivert? Þú veist, þú stoppar á lögunni. Ég veldur okkar landi út í asshole. Íslandi. Ok, segjum það Íslandi. Er það ekki orðið 0,2? Þú stoppaður á lögunni, hún mælir. Hvað máttu vera með mikið, þú veist, leiðu út komin í eitthvað ákveðið, þá farið sekt. Það var 0,4. Já, það var hvað, 0,4, 0,5. Það búið að keyra þetta niður, það ekki? Ég held sér 0,2 promil. En hann er vantilega, hvað svo nákvæmt þetta að vera, Steinþór? Þetta þarf að vera bara rétt, sko, þetta er ekki flókið. Þetta er samt ekki common knowledge, En samt 0,2, það er ekki bara sopa bjór, 0,2. Ég held hún ekki, drekka, keyra bara eftir. Já, ok, ég myndi skjóta. Þetta er 0,2, 0,3, þetta er eitthvað það sko. Þið megi alveg fara yfir þetta. Má ég googla þetta? Nei, ég bara að googla. Ok, mitt svar var alltaf 0,2, þú mátt segja hvað þitt var. Ég sko, 0,5 er á hátt. Þetta hlýtur að, við erum sammála með þetta, þú lókum þessi 0,2. Loka svar. Já. Það er rátt, drengir. Hvað er það? Það er 0,5. 0,5? Það er 0,5, ég googlaði þetta áðan og ég fekk að það væri sko, það er 0,2. Er þetta ekki alveg mökka 0,5? En þú fær sekt í 0,2. Já, ok, já, en þá er það rétt. Sko, ég meina, þú fær sekt í 0,5, nei 0,5 sig, þá fær sekt. En 0,2, bara allir feskir. Já, það er samkvæmt þessu, ég helvítis. Stráka, vitið þið hvað, tekur langa tíma fyrir líkamann að brenna alkoholmagninu að hálfu lítra bjór, 1 bjór. Klukkutíma. 3,5. Þú fær 1 bjór, þetta býð 3,5. Þetta er staðan, drengir. Ok, það er náttúrulega samt eftir hversu vel út í étin og annars. Já, það hlýtur að vera. Herru, drengir, ok, nú eru þið mikil Jay-Z menn. Þannig að þið ættu að vera með þetta er gefins. Treystum á hann. Gott að vera gefins. Hvað gáfu lærisendur 3 Jesú að gjöf þegar þið kíktu á þann nýfædda meistara? Það er eitthvað röklaður. Það er að tala um Baby Jesus. Já, við þekkjum hann ekkert.
Jesus var Tiny Little Baby. Ég byrð ekki til Tiny Little Baby Jesus. Hvað, ég ekki talað að teka nætt sko. Þetta frægasta dæmi í Biblíunni. Það fekk 3 gjafir frá vitringu. Þetta eru vitringarnir 3. Sko, hugsa aðeins. Vitringarnir 3 gáðu gjafir. Þetta gefið honum einhverja slæðu. Þeir gáðu honum ekki brauð, þannig að nýfættur hana. Hvað gáðu honum? Þeir geti ekki spila eitthvað sem Jay-Z menn eða þið viti ekki hvað vitringarnir gáðu honum sko. Hvað, það veit þetta enginn. Veit enginn? Þú lærir þetta í 8 ára bekk sko. Gáðu honum hérna Kóruna, þetta er Jay-Z Nei, ekki verið kóruna sko. Ég get sagt þetta Kósi slopp. Þetta var ekki kóruna Slæðu, svona tréhest. Sko, þeir gáðu honum ekki mat. Þeir gáðu honum ekki mat. Nei, hann var bara á brjósti. Já, það ekki. Það var stíkur öðruglega. Nýfættur. Sko, Baby Jesus var mjög rólegur, það var ekkert vesen á honum. Nei, hvað slæða og tréhestur. Það skapaði. Gáðu honum snuð. Snuð? Það var ekki snuð með nafninu á. Nei, eitthvað. Ef þú séð snuð með nafninu á, þú fengið bara, þú fengið snuð. Það var ekki komið snuð á þessum tíma. Nei, það var snuð, þú stæði bara Jay-Z. Hann er nýfættur, hvernig er að vita hann heiti Jésu? En eru þá að tala um að hann hafi fengið mert snuð, tréhest og slæðu? Já, við skjóðum að það. Hvað er rétt svar þarna? Mert, ég skal skrifa þetta niður, þetta er alveg rugglu svör. Það eru mjög langt frá því. En ekki segja að svara að vera brauð og kirkið? Nei, ekki brauð, en þetta var ekki tréhestur og mert snuð, sko. Hvað var það þá? Þetta var gull, reykjelsi og mirra. Já, Og hvað er fokkan með mirra? Ég er enda að veit það ekki. Það er slagast í fokking spurningagómur sem ég veit. Hvað meinar þú? Veit ekki hvað það er. Hvað, þú veist það ekki sjálfur? Nei, segðu mig hvað það er. Kannski er það Ég get alveg snuð sem við sögðum. Nei, mirra er ekki snuð, þetta er svona sem kemur úr reykur úr. Mirra er slæða. Nei. Nei, ok. Herru, þriðja. Kannski er mirra tréhestur. Nei. Hvað gáður? Tella þess að 3 hluti upp. Mirra, ég er að googla þetta. Reykelsi? Mirra, mér finnst að vera eitthvað fóður. Hvað pínundi barn að gera við reykelsi? Býttu mirra, hvað fáið þið út úr þessu? Hvað gáður ekki bara að koma með gamla góða bángsan? Hvað var bara gamla góða common knowledge? Steindi veit ekki eins og sjálfur hvað þetta er. ekki svona spurning. Þið eru Jay-Z mennið. Það var mjög erfið Jay-Z spurning. Nú kemur einn sem er gefins. Þeir eiga að vita þetta. Þriðja, fáið þið 1 stig, drengir. Þriðja, hvað er fæðingarnafn Bubba Mortens? Ásbjörn. Já, en sko fullnafn alltaf. Ásbjörn, bla bla Mortens. Já, þetta er bara bæði, þú ert með 2 hana. Þetta er að taka millinafn. Ásbjörn, Birgir, Mortens Ég veit bara Ásbjörn Mortens. Þetta er bestu vinniðin blöð, hugsaðu það. Ekki skella Ásbjörn Birgir? Já, ég var ekki að segja Birgir. Nei, ok, þú varst ekki giska. Ég var að segja við blöð. Ásbjörn, Tremelem, Mortens. Skilur, það er eitthvað millinafn þarna. Já, ég bara þekki ekki. Við getum þess að bara giska Haukur. Ásbjörn Haukur Mortens. Það er í blöð. Það er ekki rétt. Það heitir engin Ásbjörn Haukur. Er það betra að giska en þetta? Ásbjörn Kristinsson Mortens. Ásbjörn En ég ætla að gera þetta. Þið voru með, málega, það vita líka fáir. En Ásbjörn var nóg. Ásbjörn. Fengum við punkt? Já, ég ætla að gefa Fengum 1 punkt í þetta sko. Þetta ekkert af því sem var common knowledge by the way. Nei, ekki neitt sko. Heyrðu, vitringarnir 3. Þú veist ekki hvað mirra er sko. Það getur verið snuð, mert snuð. Nei. Höfum reglu hérna. Já, mirra er ekki mert snuð sko. Höfum reglu þegar maður er með svona einhverja keppni. Þú þurfur að vita sjálfur svörin. Ég vissi samstrákar ángriðs að vera gull og reykjelsi sko. En eru þið búin að koma að staði hvað mirra er? Mirra? Já, ég ætla að googla það núna. Já, það kemur bara upp ykkur skrippastóll hérna. Hvað fekk hann stól? Fekk hann skrippastól? Nei, mirra er ekki skrippastól. Strákar, við getum ekki tala svona út af því. Við erum fullandi menn, við verðum að vita þetta. Ég vil fá að vita hvað mirra er. Já, við bara þurfum að vita hvað. Gasti, nefnduð ekki að googla það? Stóð mirror. Pældi hvað latu. Þú nefndir ekki að googla mirra. Hérna stendur, mirra kemur viðsvegar fram í Biblíunni. Í Markúsar Guðspjalli er Jesú fært vín blanda mirru fyrir krossfestinguna. Þannig að vín blandað mirru. Hvað það landið það? Fekk hann áfengi við fæðingu? Nei, mirran er eitthvað sem blandaðist við. Þannig að mirran er greinlega eitthvað svona innbyrðis. Þetta var svo spræt. Vodka í spræt eða? Já, býtu, hérna stendur sann sko í 6 mánuði bara Þetta var helviti skemmtilegt. Það fá hérna Gumma Tóta, okkar besta mann. Herru Steindi, hvað er mirra? Var þetta krydd? Herru, ég er búin að vera að googla þetta núna á fullu en það stendur bara hérna, hinn eiginlega mirra er líka af ykkur ætt hérna sko og það eru, tárin eru í fyrstu gul og svo brúnleit en verða dökkrauð og jafnvel svörð, þetta er svo tré. Þú varst að segja þetta, ástæðan fyrir spurðið í vittlýsinguna, þú varst að segja þetta verið svona eitthvað krydd. Já, svo stendur þetta sko, þetta mirru tré. Ég veit ekki neitt. Nei, hættum bara að tala um mirru. En þetta er held ég svona krydd og í rauninni sko, þú ser myndina þessu hérna, tjekka þetta blöða. Þetta sem Baby Jesus fekk. Lítur út brútið svo gras sko. Þetta er svo kúkur. Það er
Ég ætla að minna, sko, talandum afmælistónleikana síðustu helgi, þar sem Birgitta Haugdal fór og kostum í okkur Írafár. Það í Eldborg næstu helgi. Þannig að ég hvet alla til þess að tryggja sér miða á það. Við hefum átt að fá Birgittu hérna í spjall. Það var alveg sjó. Já. Geggjul hljómsveit og ég get lofa ykkur að það verður alvöru stemming þar. Tryggja ykkur miða á Írafár í Eldborg. Og svo Bríet í Eldborg á morgun held ég. Já. Það er okkar besta fólk að gigga yfir sér. Svo Bjartmar Guðlaugs með 70 ammæli í ammælistónleika í Háskólabíó í júni. Nóum að vera með. Þú var að mæta þar. Það er bara að vera Tekur ekki jammi kvöld? Nei, það er hans tónleikar. Það er komið að dagskrálið sem er fengið held ég 4 vikna frí og heitir Hver á röddinu umferðinni. Egil, þú þarft að redeem yourself eftir að tapa í þekki ekki. Steindi bara búin að segur helviti sko. Þetta eru 3 raddir. Eru þið tilbúnir? Já, það er rétt upp hend bara ekki. Já, það er rétt upp hend. Fyrsta er, hver er þetta í umferðinni? Hvað er þetta að gera? Og ég segi Egil. Valdi Björn. Nei. Þú fær aðra mástu? Ég og næsta ekki samt. Þú fá 2 ágiskar. Nú getur þú bara svaraði róli heitunum. Er það ekki það? Nei, þessna mástu, maður má giska tvisar. En ef hann er búin að giska tvisar, þá má hann ekki giska aftur. Má ég giska aftur? Já. Ok, hann er, yes. Ok. Þú ert ljóslausa framan, þetta er... Ég með það. Þetta er steinunóluna. Nei. Ólafur Hrönn. Þetta er stór hættuleg. Ólafía. Nei. Ok, nú má ég hlusta. Ekki, þú ert ljóslausa framan. Ég þoli þetta ekki. Bitti. Hver er þetta í umferðinni? Má ég heyrta eins og? Ég og næsta Hvað er þetta að gera? Þú ert ljóslausa framan, þetta er stór hættuleg. Bitti. Afsakið, þú ert ljóslausa framan. Ég þoli þetta ekki. Hver er þetta í umferðinni? Vá. Já, ég sko. Það er að fara að gefa vísbendingu. Með að steinólina gott giskjör. Já. Hún var að breyta röddina á sér, eða Ólafía. Sko, ég segi öllum að breyta ekki röddinni. Nei, fólk gerir það. Þessi einstaklingur getur búin að breyta hana, en sé við ekki hana. Já, getur fengið eitt annar reynsli, bara, veist. Já, sko, ég þarf að fara að gefa ykkur vísbendingu. Eitt inn. Hvað er þetta að gera? Þú ert ljóslausa framan, þetta er stór hættuleg. Bitti. Afsakið, þú ert ljóslausa framan. Ég þoli þetta ekki. Hver er þetta í umferðinni? Þetta er ekki þetta er ekki saga. Nei. Ég held að það sé karlmaður. Það er rétt, þetta er kallmaður. Ég held að ég var 50-50 með það. Og að gefa vísbendingu. Ég heyrði það í lokin. Vísbendingin var á afmælistónleikum FNÍ blöð. Egil. King Frikki Dór. Það er rétt. Þetta var Frikki. Hver er þessi epli? Þá er það næsta. Helvítis, já. Hver er þetta hérna í umferðinni? Bara í alvörunni. Allar í alvörunni að vera vinstrakar all... Ívar Guðmunds. Það er rétt. Það er komið sigur. Það er 2-0. Þetta var King Ívar Guðmunds. Ég ætla að klára hann þetta. Ég skal leifa að fá síðan. Jesús minn, það er bara eins og það fengi sko ökuskiptinni seriósbaka. Bara, það eru sumir sem vilja bara drífa sig, takk. Þetta var King Ívar Guðmunds. Okkar besti maður, anskotin, Þetta er menn, Guðmundsen. Ég þekkt hann leið, ég ætla bara svo helvítið snöggur þarna maður. En þá er það í lokin. Já, ég geti klóraði bakkan. Þú getur kláraði bakkan og ég er líka forröndin. Hver er þetta í umferðinni? Drullaði frá. Egil Lundan. Það er rétt. 3-0. Það var skeining. Nei, niðurlega. Það málega, fyrst að þú reykti mig á hann í þekkið ekki. 1-1 í það. Já, það er bara, ég til ég, þetta er bara stórmestari. Ég þurfti að henda hann í restina því að það var ein manneskja sem að gleymda að senda mér. Herðu, auglýsingar. Já. Það er þeirra að hlusta hér á FM 957 á FM 957 og það var að vera að trufla okkur hérna. Það er partí í gangi, það er liðunni drukkið. Þetta er þessi fíla, fylliböttu komið inn í stúdíóið og bara mæta. Harry Ísland sem hægði sér hérna á sínum tíma á Broadway í Harry Ísland. Hægði sér. Harry Ísland, er hann kallað það? Fekk hann ekki punkt? Já, sko hann heitir Harry og tók þátt í Herra Ísland. Þannig að við skýrum hann Harry Ísland og allir vinuhópunni fór, prentum út spjöld, svona menn-sæst spjöld á haustum á honum. Hann með því líka stuðning og allir bara hörðu, Harry lítur að taka þetta. Hann kosti ekki að pall. Það er sænt ekki svo að hann hafi drullað. Hann bara, veist, er þetta ekki fegurðarsamkeppni? Hvað átt hann að gera? Hann hægði sér. Já, þetta er náttúrulega snýst hvernig þú ert líka on the stage og svona. Ég verið að við vorum í Móslingi í þessu, Balli Málari og hann var vinsalasti strákurinn. Balli Málari? Hann var skýrdrengurinn held ég, minnum við. Var hann keppað Harry Íslandi? Líklega. Balli Málari? Hann er minn á sína. Voru það ekki samt alltaf svona velunin einhvern veginn úr valin vinsalasti strákurinn? Það er ekki bara svona, já, peppum hann hans. Já, basically að segja þessi ljótast í gæðin. Nei,
eina íslensku sko, það er það yfirleitt þannig sko. Nei, hann var í ykkur sæti og svona. Hressasti gæði var alltaf lótast í gæðin. Hann sópaði vel hann er mánu. En Harry var ekki hressast, hann var ekki skemmtilegt í gæðin, hann var ekki top 5, hann bara skeit, hægði sér. Ég mætti þetta með skilti. Myndalögur drengur. Já, hann er ekki nógu myndalögur. Er þetta búið? Er herra Ísland ennþá? Það hefur ekki verið lengi. Þetta er það gott sjónvarpsefni, fá þetta aftur í gangi í kvelli. Sko, þeir og fá influencersinn. Síðasta fegurðarsamkeppni svona kalla var þeirra brennsláða með það. En betur, er líka Ungfrú Ísland hætti það? Nei, það er eitthvað Miss Universe. Ég er bara að fá herra Ísland, Ungfrú Ísland er gott TV og allt það, en herra Ísland reykir það. Ég ætla ekki að vera leiðilegur sko. Hvað akkur? Bara 20 massaði gæjar með hvíta tennur, skjaldbrósandi, ég elska þetta. Og síðan að menn að gera eitthvað og segja eitthvað og þetta er alveg entertainment. En var þetta ekki líka í gamla dag? Það mann ég eftir að það var svona metnaður í svona behind the scenes. Það var að fara með þeim á okkur að vesla föt. Það voru óþægileg vídeo sko. Sér mæta stuðningsmenn og eins og við mættum hann að styðja Harry Ísland, hann hægði sér en það mætti allir og hvar var þetta? Broadway? Þetta var alveg gamla góða Broadway maður. Herðu, en ég ætla að róa þetta eins og fara í eitt þroskaðan lið hér sem heitir Sturlaðar staðreyndir og eitt af þessu kjaftaði drengir, þið með reyna að spotta hvað það er og þær eru góðar í dag, eru þið tilbúinir? Fyrsta er mögnu því að þetta er land sem við ræddum við Seðlabankastjóra þegar hann kom í blökastið King Ásgeir. Já, það er Sviss. Okkar besta mann. Ég var fullur að harða daginn. Hvað sér þau? Ég var fullur að harða daginn, mástu? Í Sviss? Locarno? Já, alveg rétt, ég var búin að gleyma því. Varstu fullur með Seðló? Ekki með Seðló, það er álur veistla. Skrítið hann að vera þar. Fullur með bröð og mushroom. Við vorum að veislustýra Ásgeir. Sveppadívan var í Sviss sko. Góð drengir, ég sónað út sko. Já, það er bara veikina. Sviss er eina landi í heiminu sem getur hent öllu sínu fólki í svona böngara eða byrgi ef það kemur eitthvað fyrir eins og kjarnorkusprengja eða ababólun eitthvað hannig. Það er pláss fyrir alla. Eru við með þannig hérna? Já, það ætti að vera til. Nei, ekki fyrst að þetta er eina landið. Það er kvelving undir Seðlabankanum. Já, það fari ekki 350.000 mannstar. Nei, ólíklegt sko. Það er held ólíklegt sko. En málið er að þið þarf bara að kíkja á fabrikuna, hvað eru mörg í dag. Sko, málið er að þau í Sviss, þau geta alveg byrjað að mynda raðarinn inn sko. Ababólun er coming in fast sko. Ég er að sjá hana. Það fór enginn í byrgi samt þegar kom sko COVID. Er búið að ræsa Þóról núna úr retirement? Já, hann var allavega eitthvað viðtalið á vísi. Það bara ræsa hann út. Fólk heyrði þetta fyrst hér held ég. Herru, fyrsta slagord Coca-Cola var að drikkurinn gerði þig gáðari. Það er ágætis lígi. Það er best að kjæfta þessu efni hitt. Já, okkar drikkur Pepsi Max, hann lígur ekki. Þannig að þú drekkur glas og verður klárað. Kanski temporarily verður gáðari því þú vaknar að koffínana. En þú veist, já, þetta hljómar sem hann gjör. Kengúrur geta ekki hoppa aftur á bak. Spurðu starrið. Nú hef ég séð kenguru með byrjumögum. Já, það er bara ekki nóg. Hvað er ég get alveg staðfest að þú er ekki síðan að hoppa aftur á bak. Varst í Ástralíu? Já, ég var í Ástralíu. Sástu kenguru? Í Steindakon. Og ég sá kenguru. Var eitthvað rassafettis í það? Nei, bara hátíð. Ég var ekki bara á fettiskon hátíð. Það er einn þáttur. Herru, ég man ekki eftir að þetta er rétt hjá blöð. Ég man ekki eftir að sé þær hoppa aftur á bak. Nei, þá værið þú líka svo eini sem við séðan. Elon Musk, þessi er rosaleg. Elon Musk er búin að tapa $49 billion síðan hann ætlaði að kaupa Twitter í síðasta mánuði. Hrunið búið það mikið í Bandaríkjunum að bara síðan hann ætlaði að kaupa Twitter og menn er að tala um það núna að hann sé hættu við út af því, ekki út af þessu bots, að bara hann er búin að missa það mikið pening. Hrundi Twitter að markaði þá það? Hann ætlaði að kaupa Twitter og taka það markaði. Já, en þegar hann gerði það, kom með þá yfirlýsingu. Ertu að tala um að hann hætti við að kaupa. Já, hætti við að kaupa. Hann vil meina að sé og það sé ekki það mikið fólk á Twitter eins og þeir segja. Það sé svo mikið svona bots, bara mjölminni. En síðan hann ætlaði að kaupa er hann búin að tapa $49 billion. Hvað er langt síðan hann ætlaði að kaupa? Það var í síðasta mánuði. Já, það er ekki stutt síðan. Þetta er bara vika síðan. Þetta er 2-3 vikur. En það kemur ekkert fram hvar hann er aðalega, þú veist, er það SpaceX? Hann er bara að tapa út á Tesla. Tesla er búin að fara 20% niður á okkur viku. Þetta er bara það. Hann er ekki að tapa hann, þetta er paper money sko. Hann er sjálfkið slagur eða þá sko. Hann enda býr í 40 fermetrum á frænda sínum sko. Hann er með sérstakun á ekki sko. Stórfurðulegt maður. Þú ert í 20 sínum stærra húsi Steinþór en Elon Musk. Heldur þú ríkast maður heims? Já. En þetta pakkar um saman. Já. En svo náttúrulega þú veist. Já, ég meina svo er spurning hvort hann hafi grætt mikið á þessu Bitcoin rugli sínum. Steindir með samsæriskenningar, hann hafi verið með scam þar sko. Já, og svo tankaði sjálfur. Hann hafi átt Bitcoin sjálfur og... Nei, já, ég er bara spáður. Mannfólki er eina spendýrið sem getur andað og sem getur ekki andað og kynkt á sama tíma. Já. Andað og kynkt? Já. Getur api
andað og kynnt á sama tíma, já. Það ekki gott en það ástæða þessi gæi fór ég veit að deyta hann apaðan á þessum tíma. Svo er það næsta. Hvað er þetta? Þetta er svo obvious og hafi gleymt að sitja Nei, prófaðu og þú hefur hent apaðin Sko, einhver getur það á Steinþór. Nei, api, ég sagði ekki api Ég sagði bara mannfólki reyna spendiri sem getur ekki andað og kynkt á þessum tíma Það er ekki að api var svo eina Nei, hann var að segja, getur andað Andað og kynkt, Ég get það ekki Akkur ekki? Ég er búin að reyna Þú er svo góður í svona drasli, sko. Ég er að kíkja núna og andað Já, þetta er tæft Það er ekki miklu Það er ekki miklu Þú getur það ekki á sama tíma Já, ég veit ekki, það er að reyna þetta aftur Mæ, ég þarf eiginlega að lesa þetta á ennsku eins og þetta stóð hérna á síðunni Mæ er National Masturbation Month Þetta vissi ég ekki Það er Steinþór að því, það ekki? Ég hef ekki hugmynd bara takk fyrir upplýsingarnar en ég held að Akkur er það, akkur er það hristingsmánuður Það veit ekki, ég bara lasi þetta ekki það mánuður, er það ekki bara út af því að er það ekki út af því, það er að koma sumar sun is shining, sumar er komin í frí það getur eitthvað að spila og fólk er að hrista sig en annars staðar í heiminum er kannski vetur Já, þetta er hárið Þetta er mesti hrossaskýt sem ég heist sko Leti er smitandi Að mæsi er hristingsmánuður Ég þakka fyrir að drakka Og hvað, morgun er ritskekstaður Ég vona að segja ekki manjör, því ég elska þessa staðurinn sko Ákveður þurfti ég að lesa það ennsku, ég nefndi ekki að lesa það í íslensku Ég var bara að taka þetta beint af síðunni Ég held sér ekki í vitlaut Leti er smitandi Stoltu staðrind Það er ababólan Já, sko svipuð það því að ég er að tala í símtal og einhver gespar á hinlínu þá byrjar að gespa sjálfur Já, þetta er alltaf líka og ef þú ert mikið í kringum Er það ekki bara að það er vin sem er aumingi Svo þá verður þú verður svolítið svo liðis og umgengst aumingi og það verður aumingi Leti er bara smitandi Og umgengst duglegt fólk og þetta duglega ekki svolítið hannig Er það ekki? Það er bara nákvæmlega sem að vera að segja þetta Er það ekki? Ég þarf ekki að þýða mólan Ég meina, smitandi Ég er svona að skilja þetta bara Því að ababólan er mjög smitandi Þetta er ekki þannig smitandi Þú veist að þú, sem sagt, þannig Jú, þetta er smitandi Það var að síðasta Þú getur lifað á blóði einu og sér í nokkra mánuð og fólk í Pennsylvania sem gerði það en gafst þú upp og ætlaði að lifa eins og vampýrur Lifa á blóði? Þannig nú spyr ég, hvað er þessi kjartaði? Hvað var rosaskýturinn? Er þetta að lifa á blóði eða hristingsmánuðurinn? Ég er svona veltað fyrir mig sko Þið veit að pappi er YouTube-fíkil Hann elskar YouTube og hann var að segja mér á litlu þorpi erlendis, ég man ekki hvað landi að þá lappa allir í þorpinu á 4 þau lappa á höndum og fótum Já, það lappar enginn uppréttur Hann var að segja, þetta er stór merkilegt Hann var einmitt að segja mér þetta því að hún fannst að við ættum að fara ángað og mynda þetta og heimsækja þorpið Ég sagði bara, hvað heldur að við sem að gera í vinnunum að við erum bara mæti út af því Hvað er þetta þorp? Ég man ekki hvað hann sagði, hann er bara að horfa á þetta sko Hann fannst þetta mjög merkilegt Þetta getur verið störtlega stærrið næst Já, þú ert búin að segja hana Já, hvað er svo að bull, drengir? Ég ætla að segja að mæsi hristingsmánuður Ok, hvað segir þú? Hvað var hitt séttið þarna? Það bara hlýtur Sviss er eina landið þarna Svo var með fyrsta slagorðið var að gera þig gáðari Kengur getur ekki hoppa aftur á bak Mannfólki er eina spendiri sem getur ekki andað og kynkt á sama tíma Já, svo er það mæ og svo er það leti smittandi Sko Ég það svar Erum við saman liðið að keppna? Leti er ekki smitandi Þið hvoruður eitthvað með þetta Djúður náðu ykkur það Þú getur ekkert lifað á blóði einu saman Hvað er þið rugglaðir? Akkur tók það ekki upp í yfirlestu Það er ég nýbúin að segja það Trúur á vampýrum Skuldum auðlýsingar Leikur á blán Geggjaður Frikidór Hann var í hver á röddunu umferðinni Nei, náðu því Geggjaður Rústaði 3-0 En það er, við erum bara að fara að joina þetta partí fram í drengir Stjórnin er upp á 3. Það er rosalegt Og klöptu upp og Já, þannig að það er Ég er ekki að missa stjórninni Hellingur að vera hérna Það er líka svaðaleg helgi Það rætist á sunnudaginn hverju vera Englandsmeistaras Og það er þetta að tryggja sér borð hjá Keiluhöllinni Þegar við samband við Keiluhöllina Þá getur tekið leikina þar Já, King Reymur er í kvöld með Brekkusökin Væntanlega Newcastle að spila hann leik Newcastle Að spila hann leik Hvað leik? Er ekki ennska deildin? Er þetta ekki úrslitaleikur? Nei, þetta er bara umferð Hvað er þetta? Hvernig er hægt að vita Það er bara að loka umferð og það er 2 sem ekki orðið meistarar Það er annað hvað City eða Liverpool Já, meinar En svo er ekki eitthvað svaðalegt á morgun líka? Nei, Hvað gerast? Er ég að rugla? Það er allt í gangi Við verðum mættir með blökkastið næsta þriðjudag og það stefnir ég að við verðum með lítalag Það er ekki að fara lagur Ég er, og herrakvöldi Þórs á morgun maður Það er rosalega svaka Var ekki stórið þarna? Jú, King Erspur líka og fleiri Það verður mikið fjör Herru drengir Alltaf gaman að koma á Akureyri Ég er að spá einu Ég náði ekki að
farið nýja liðin upp á líf og dauða, Nerves of Steel Blöð sagði við áðan, viltu ekki fara í nýja liðin? Svo við náum Nei. Já, ég held við myndum taka hann setna bara Kannski tók hann bara í Við erum bara með 2 tíma þetta sko Já, næsta fyrst, erum við sko Nei, ég gæti hættur við blöðkasti líka Já, blöðkasti verður Já, það er venjulegu þáttur næsta þriðjudag En svo verður, já, þriðjudaginn eftir það Þá verður við frá Tallinn, það verður geggjað Já, sko Við erum í Íslandi félagarnir Live frá Tallinn, Pokémon Einhver okkur 3 líklega fara að vinna þetta Pokémon sko Það verður stemming að taka upp blöðkasti þar Já, í gýr sko Við tökum þetta ekki þunni núna Og tökum þetta feskir Já, það er búið að setja niður tíma og allt Þannig að það verður alvöru þáttur Já, þetta verður bara, þú veist, við erum að tala um stemningu sko, þetta er stemningsþáttur Sitjum út í sólinni með cold refreshing beverage Já, er ekki fínasta viður í Tallinn? Jú, ég sé það Það lítur að vera með Íslandi sko Klín í 15-16 gráður núna, þetta fer hækkandi með hverjum degi Svo minn ég alla skafirringa aftur á að fara á uppskýrátt í Tindastóls í kvöld Þeir sem er í skafirrinum, góða skemmtun Drengir, takk fyrir þáttinn í dag Við verðum mætti með blöðkastinn sem ég sagði á þriðjudaginn Annars er það bara næsti föstudagur í góða helgi, kæru hlustendur